kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð, velkomin í Spursmál, föstudaginn 19. september. Það margt gengið á í pólitíkinni og á alþjóðasviðinu þessa ágætu viku og við munum fara yfir sitt lítið að hverju en þó auðvitað ekki allt, ekki lengri þætti en þessum. Ég ætla að fá hingað til mín rétt á eftir mjög öflugar þingkonur úr sikvoru horni stjórnmálana, Örnu Láru Jónsdóttur frá Samfylkingu og Sigríði Á Andersen frá Miðflokki. Það ætla að ræða fjárlagafrumvarpið sem stórt í sniðum. Yfir 1600 milljarða útgjöld áætluð á ríkissjóði á næsta ári. Það margt að fara yfir þar og ég hlakka til líflegrar umræðu með þeim. En í vikunni hefur líka mikið verið rætt möguleikann á því að Íslendingar hefji olíuvinnslu á Drekasvæðinu austan frá Íslandi. Þetta svæði sem hefur lengi verið í umræðunni og þar telja menn að liggi gríðarlegt magn af olíu í vinnanlegu magni. Við ætlum að ræða hér við tvo sérfræðingar sem hafa lengi kafað ofan í þessi mál, Heiðar Guðjónsson og Hauk Óskarsson, og þeir ætla að útskýra fyrir okkur hvernig þeir sjá það fyrir sér að þetta verði gert. Þetta gæti haft gríðarlegar efnahagslegar afleiðingar í för með sér fyrir íslenska ríkið og íslenskt þjóðarbú, þar að segja að hingað gætu dælst inn þúsundir milljarða á komandi árum. Í lok þáttarins ætlum við svo að ræða annað og ekki minna mikilvægt mál, lífeyrismálin. Fyrirtækið Örbjörg að kynna nýtt forrit eða veruleika fyrir okkur inn á netinu þar sem við getum skoðað réttindaávinnslu innan lífeyrissjóðanna. Þeir skila misgóðri ávöxtun og eru mishagfelldir fyrir fólk og hér verður ljósi varpað á það í nokkru máli. En mér langar svona áður en við förum út í þetta að bendi ykkur á afskaplega áhugavert viðtal sem birtist í dagmálum Morgunblaðsins í morgun á mbl.is. Það tekið við Víking Heiðar Ólafsson sem að nú búinn að tilkynna það að hann gefi út núna síðar á árinu nýja geislaplötu eða nýjan disk þar sem hann fer yfir Beethoven, Ludwig van Beethoven og tengir það við verk sem hann hefur áður gefið út og minna þekkt verk eftir aðra stóra snillinga. Það sýnir ykkur lítið brot hérna úr þessum þætti til gamans. Ef mann langar til að fara allt í einu og taka upp eitt Brahms intermezzo eða Chopin æduljóð eða hvað sem mann langar til að gera eða bara semja eitthvað eða hvað sem hugurinn, svona tónlistarhugurinn gyrnist, þá náttúrulega ótrúlegt að geta bara farið niður á næri hæðina í húsinu og kveikta á mikrofónunum og bara byrjað. Þú veist, það er svona svolítið óraunverulegt fyrir mig og rauninni ekki ennþá orðið raunverulegt af því ég ennþá í því ferli að finna mér rétta hljóðnema og svona ganga frá tæknilegu hliðinni. En við erum búin að búa til svona núna, þetta svona mín draumastaður, þetta stúdíó hérna undir húsinu. Afskaplega áhugavert viðtal sem ég hvet ykkur til þess að horfa á, auðvitað í allir þeirri öflugu menningar umfjöllun sem Morgunblaðið stendur fyrir. En við ætlum að skella okkur af stað í þáttinn, en áður en kemur að viðtalinu við þingkonurnar tvær, þá fáum við hér dálítið gott og hressilegt yfirlit frá Ásthildi Hannesdóttur kollega mínum. Hún fer yfir stöðuna á samfélagsmiðlunum. Þá þingið komið á fullt og oh my gosh hvað það geggjað. Nú höfum maður skipt áhorfsefni í imbakassanum og svissað út hámhorfi á Kardashian fjölskylduna yfir í að fara að spekka alþingisrásina allan liðlangan daginn. Besta sjónvarpsefni allra tíma ef þú spyrir mig. Maður fær náttúrulega bara allt fyrir peningin og bara svo miklu meira til. Því að þetta náttúrulega fríkeipis. Þetta fríkeipis sjónvarp, halló! Maður bara getur ekki einu tekið örstutta pissupásu á þess að missa bestu sápu momentunum á alþingisrásinni. Úff og æ, sumir eru einmitt sagðir hafa akkurat verið uppteknir við að tefla við páan þegar þetta augnablik átti sér stað í þinginu í vikunni. Ef augnablik mætti nú kalla. Þetta leið náttúrulega bara eins og heil mannsævi fyrir Hildi og okkur hin reynda líka. Sorry, töfina Hildur, klósepappirinn var búinn, rúllan kláraðist bara svo hratt. Ég meina hverjum dettur í huga að hafa tveggjalaga sandpappísrúllir á salernum Alþingis. Já, maður spyrir sig.
Jón Gnarr í það minnsta með vaði fyrir neðan sig. Á ferð sinni til Færeyja á dögunum komst hann í kynni við fyrirbæri sem ekki alveg jafn framandi fyrir frændur okkar Færeyinga eins og það fyrir okkur Íslendingana, en það tippavettlingur. Færeyskir tippavettlingar hafa sko ótakmarkað notagildi. Til dæmis veita þeir björg og skjól fyrir æxlunarfæri karla þegar að kalt í veðri og svo geta þeir líka gert sitt gagn ef þvagblaðran fer að láta á sig kræla á óheppilegum tímum í þingsal. Sjálfur kongur Íslands klikkaði sko ekki á sjálfunum í vikunni og tók nokkra slíkar í selskap með Fríðu föruneyti sem var með honum í Hrútafirði að spjalla við sveitunga UMFI. Eintóm veistla. En sko, já, Pavel skrifaði líka færslu á Facebook á dögunum þar sem hann upplýsti okkur hegðun þessara blaður trúðaðalla í minnihlutanum. Þeim hefur strax tekist að slá met í blaðri og þvaðri einhvern bandorm. Kræst, því líka geðveikin. Það alls konar að gerast þarna á þingi. Hitt á þingi, Þessi bandormur, tengist hann kannski eitthvað þessu handabandi hjá Ölmu Mö og Guðmundi Inga? Nei, bara pæling. 4 anga handabandormur. Það gæti nú alveg verið einhver sjáardýrategund. Talandi sjóinn, Togga Gunn var stödd á Grænlandi á dögunum þar sem hún sigldi höfund blá innan brjálæðislega fallega jökladýr. Og svo pósaði hún líka með Obbu fyrir framan einhvern megaskeri herbúnað. Litlu skriðdrekarnir þessar tvær. Maður veit náttúrulega aldrei hvað þær eru að bauka. Þær á svo sannarlega breytt leiknum á því lengur engin vafi. Þær setja sko sínar eigin reglur en eðli málsins samkvæmt þá geta reglurnar sko alveg tekið breytingum eftir hvort veiðimann eða skítakall sé að ræða. Já, í vikunni breyttist Alþingi Íslendinga nefnilega í eins konar spilavíti þegar það var tekið upp á því að bjóða almenningi upp á bingospjöld til útprentunar og útbúnir voru spilastokkar í bílförmum sem að sko allar kjörnar þingkonur Íslands sögunar fengu að prýða. Kvennaárið mikla, það er sko loksins farið að gefa þegar það er eiginlega alveg að fara að enda. Kortir jól og svona, ekki seinna að vatna. En það væri nú ekkert verra að eiga eitt svona stokk hér í hádegismó. Við grípum alveg reglulega í handspil og höldum búrkumót og svona í ákveðnu tíðafari. Þýska stálið þusaði eitthvað alls konar á miðlunum í vikunni en það eina sem það skildi eftir sig var það að það þarf að klóna þennan mann ekki seinna en right now. Hann bæði tekur til og býður á barinn. Hafið þið heyrt annað en Scotch Made of Heaven dæmi eða? Ég ætla að fá 2 svona takk. Elsku Þórdís Kolbrún auglýsti eftir kissunni sinni, Ronju litlu, sem nú er týnd. Við finnum til samfélagslegrar ábyrgðar hér og biðlum til allra að hafa augun opin. Krossum putta og tær fyrir áhyggjufulla kissumömmu. Ása Berglind er ekkert að tvínóna við hlutina og ákvað að opna heimasíðu sér og rantinu sínu til heiðurs. Maður verður nú að vera með almennilega heimasíðu undir allt misgóða mjálmið. Tjekkið allavega á Ásu. Miðflokkurinn stimplaði sig inn á þingi anda Game of Thrones í vikunni og ég er eiginlega bara enn að reyna að átta mig á því hvort þetta sé geggjakúl innkoma eða alveg ógeðslega hallarisleg. Togast eiginlega í báðar áttir. Polariseringen, hún bara elti mann á röndum. Í hvað fótinn á maður eiginlega að stíga? Miðflokkurinn mun allavega ekki hlýða. Snúli Másson gerði öllum það ljóst í vikunni að loftslagsváin hreyfir ekkert við honum, bara alveg 0. Við bara dílum við hana jafn léttilega að drekka vatn. Alveg þangað til að verður ekkert vatn og ekkert rafmagn og ekkert nema þessir helvítis útlendingar alltaf. Guðmundur Ari fór til Oslo og samt þingvinum sínum til að tala menntamál og umhverfi barna á Norðurlöndunum. Tala minna, gera meira Gummi minn, en það var nú gott að nafniðinn Guðmundur I am a very good morning Ingi var fjarri góðu gamni. Jenny G var eitthvað riðgaður á stúrinni í vikunni þegar hann deildi þessari mynd og bablaði eitthvað brýr og bla 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 bla. Hvað er eiginlega málið með allar þessar grænu doppur? Vonandi er hann ekki að fara að breyta Ísland í Grænlandi eða eitthvað. Goss! Nei, ég meina, þá fyrir Trump kannski að reyna að taka yfir okkur líka og eitthvað. Æ, sorry, maður er bara fastur í einhverjum smá svona hamfaragýr. Sálfræðingurinn minn, hann er að vinna í þessu. Eins og sést á herdúinu var JP orkumáladúti í massa stuði á umhverfisþingi. Ekkert eðlilega flottur. Hanna Katta fór í heimsókn til Japans og myndi okkur leið á að fara að byrja að hamstra dósamat og kannski fara að taka fyrstu skóflustunguna að neðanjarðar byrgjónum okkar. Takk elsku Hanna Katta. Þetta var mjög pen ábending. Svona á að gera þetta. Sveitarstjórnarkosningarnar nálgast óðfluga, ekki nema 8 mánuðir í veisluna og þá er nú ekki seinna vænna en að fara að hleypa rassasleikingunum af stokkunum. Liðið í borginni, það er allavega að fara að setja sig í atkvæðisdaðurskýrin og já, það er orð. Þórdís Lóa gaf það út á dögunum að hún ætlar ekki að gefa kost á sér aftur. Hún bara nennir ekki þessum rassasleikingum sem fylgjaði að vera í kosningabaráttu og mikið skilja hana vel. En Hildur Björns, hún hefur aldrei verið meira on fire og er löngu komin með nokkur pottþétt atkvæði. Og Sanna líka,
Sanna Magdalena, en hún enda ráfandi eins og eitthvað munaðalaust barn þessa dagana í leita fósturfjölskyldu. Getur ekki eitthvað opnað fyrir henni? En eitthvað meira viðeigandi en að enda kalda og haustlega viku á gula jakkanum hennar Ingu, sem að mun mögulega veita okkur gleði og sumaril aðeins lengur inn í haustið? Ég held ekki. Góða helgi! Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu. Askja. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl og blessuð. Síðustu daga og reyndar vikurnar höfum við verið að ræða ríkisfjármálin. Það búið að leggja fram fjárlagafrumvarp fyrir árið 2026. Á næsta ári mun rekstur ríkissjóðs kosta 1.607 milljarða króna. Tekjurnar eru aðeins minni, 15 milljarður minni, en það er svona nokkuð skárra heldur en við gerum ráð fyrir á síðustu árum. Þetta horfir í rétta átt hvað varðar jöfnuðin á rekstri ríkisins. Ég fengi hingað til mín tvo mjög góða gesti. Örnu Láru Jónsdóttur, hún situr í fjárlaganefnd og er formaður efnahags- og viðskiptanefndar þingsins. Hún situr á þingi fyrir Samfylkinguna og kemur úr Norðvesturkjördæmi. Og hingað er komin einnig Sigríður Andersen, hún er í Miðflokknum. Komið sælar. Takk. Takk. Þú situr ekki í fjárlaganefndinni, en þú hefur verið að tjá þig mikið fjárlögin í þinginu. Já, það er kannski gamall vanni. Ég satt alltaf í efnahags- og viðskiptanefnd. Já. En sitt núna og satt ég allar með þingferil, hefur bara sittið í efnahags- og viðskiptanefnd utan þann tíma þegar ég var formaður utanríkismálanefndar. En sitt núna í velferðarnefnd, þannig ég fæ svona aðeins annað sjónarhorn á útgjöldin. Þar inni eru þetta málaflokkar, þessi þingstu málaflokkar þegar kemur að ríkisfjármálunum. Já. Þannig að það hefur bara verið ánægilegt og fróðlegt að sitja þar. Fjárlögin og fjárlagavinnan auðvitað hríslast öll störf þingsins. Já. Þetta snertir á öllum málaflokkum og hvernig þingið er ástafur og forgangsraðar. Ég sé að þú ert hér með fjárlagafrumvarpið útprentað. Heldur betur. Þetta er engin smá bók. Já, þetta er bara ákveðin verðmæti. Þetta er ekki fyrir alla, liggur við. Bara fólk þurfti alveg að draga þetta út með töngum og þetta er bara hluti af útprentað. Þetta er bara hluti af lestinni. Og þetta er nýtt rit fyrir mér. Ég er að handleika til fyrsta skipti svona sem þingmaður. Já. Þannig ég er að dröslast með þetta í veskinu og með þetta á náttborðinu og reyna að kynnast þessu og svona fá betri tilfinningu fyrir þessu. Þú kemur úr embætti bæjarstjóra og Ísafirði, var fjármála áætlun eða fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar, var það minna rit en þetta? Já, tölvört minna. Þannig ég er svolítið núna að reyna að finna réttu orðin sem við notum í sveitarstjórnarmálunum og sem við notum í þessu og bara fjáraukalög sama og við köllum viðauka og ég er að temja með að nota milljarða í staðinn fyrir 100 milljóna, þannig ég er svona að venja mig við ný hugtök en grunnfunksjónin er svo sama. Við erum með tekjur og við erum með gjöld og við viljum hafa tekjurnar meira heldur en gjöldin og svo er þetta allt annað á milli, þannig að þetta er nýtt en samt kunnulegt. Þetta eru rosalega tölur. Ég nefnis 1.607 milljarðar. Ríkissjóður skuldar 1.960 milljarða. Þetta eru bara tölur sem er ekki hægt að skilja. Er hægt að skilja þetta? Er hægt að setja þetta í samhengi við eitthvað? Já, við reynum auðvitað að setja þetta í samhengi en þessi tala sem hún nefnir núna síðast er með skuldir ríkissjóðs sem ég held að jafnvel séu komnar upp í 2.000 milljarða. Og samt er það að virka, Já, en það er kannski sú tala sem ég hef svona undanfarin misseri verið að horfa til sem mestu áskoruna ef maður má grípa það leiðinda hugtak fram vegna þess að þar felur í sér að bara vaxtagjöldin eru 125 milljarðar og það bara er ekki sjálfbært. Það verður að ná þessu niður. Þessari tölu þurfum við að ná niður. Það er gert með tvenns konar hætti. Það er annars með því að tryggja að vaxtastig lækki, er það ekki með einhverjum móti? En svo er það bara gert með því að borga niður skuldir. Með því að borga niður skuldir, já. En við erum ekki að borga niður skuldir á næsta ári. Það er líka þarf að endurfjármagna lán og svona sem að ríkissjóður þarf að gera það reglulega og þá þarf að horfa í það að í sumum tilfellum er ríki kannski að fá verri vaxtakjör á endurfjármögnun lána.
Þannig að þetta stóra verkefni myndi ég nú segja. Já, ég meina þetta risastór áskorun að við erum að borga eins og Sigga nefnir þetta réttilega 125 milljarða í vaxtagjöld. Og mér fannst það nú svona að vera, þetta náttúrulega búið að fá fyrstu umræðu fjárlögin og mér fannst það skína í gegn, horfum við oft ólíkum augum á fjárlögin en mér fannst það skína samt í gegn að við erum að taka þessu verkefni alvarlega. Við verðum að ná efnahagslífinu í gott stand, við verðum að ná niður vöxtum og verðbólgu og minnst, svo höfum við þetta ólíkar sín hvernig við náum því markmiði en það er svo gott ef við erum allan sameiginlega hvert markmiðið og svo þurfum við þetta bara að skoða leiðirnir að því og það þetta verkefni okkar í vetur. Og þú nefndir réttilega í inngangnum, það þetta skaðan að skána, við gerðum ráð fyrir því í fyrra að hallinn á næsta yrði 65 milljarðar, í vor þegar vorum að samþykkja fjármála áætlun, þá var hallinn konur í 39, nú var hann konur í 15, þannig að þetta einhvern veginn að færast í rétta áttina og það bara, þetta nú bara tölur, það þetta mikið komið til vegna þess að tekjur eru aukast og svo gerðu tveir stóri viðburðir sem hafa þetta áhrif á þetta. Við seldum Íslandsbanka og svo gerðum við upp ILC sem urðu til mikils batnaðar og þetta var bara tveir risastór þættir til góðs. Þannig að svo þetta þannig þegar við erum orðin svona nálægt núllinu. Það búið að vera bara gegndarlaus halli á ríkissjóði og vegna þetta heimsfaraldurs og vegna Grindavíkur og það bara staðan. En við verðum að stappa, en þegar við erum komið svona nálægt núllinu, þá hleypur þetta smá kapp í mann langar þetta að fara yfir. En svo þetta þannig að við lifum þetta ekki í Excel-skjali og það verður þetta verkefnið okkar núna í vetur og við erum að reyna að reka samfélag. En við getum kannski ekki alveg gengið allt og nálægt kerfunum okkar að því við erum búum í samfélagi. Þannig að það verður þetta svolítið verkefnið okkar núna í fjárlaganefnd. Ég segi bara ef einhver með hugmyndir hvað við getum gert betur til að, ég bara myndi alveg vilja komast yfir nullið, get alveg satt við það í reynskilni og ég bara tek við öllum góðum hugmyndum í þeim efnum. Ég með margar, ég skal... Já, ég veit að þú ert með margar. Má ég samt að kippa niður á jörðina? Ég var hans að kippa niður á jörðina því að menn horfa á þessar tölur. Já, menn horfa á þessar tölur og staðan sé betri með bjöggust við og núna setja komin í 15 milljarða. Og þetta í frumvarpinu, 15 milljarða frumvarpinu. Þetta núna eftir að fara í hakkavélina í þinginu og þar hefur reyndar verið svo að það hefur verið gefið í útgjöldunum. Já. Þannig að það hefðin. Já, það hefðin. Þannig að við skulum spyrja leikslókum að þessu leyti. Og 15 milljarða þetta ekki heldur neitt ég þetta að koma nýja þessu og stundum bara gott þegar maður kemur nýra og maður bara velti fyrir sér vinnubröðunum og það bara til dæmis 2 mál sem mér finnst þetta allan að vera umhugsanir fyrir okkur sem við erum að koma með fersk auga þessu. Það var til dæmis núna verið að lækka framlög til sóknaráætlana og þá bara hvernig gert ráð fyrir því að fjárlaganefnd lagi það. Fjárlaganefnd hefur bara alltaf lagað það. Sóknaráætlana þegar þú þurfa að útskýra. Já, það sóknaráætlun landshlutana, ég ætla að tala eins og allir viti hvað það er. Það veit ekki nokkuð verkefni hjá innviðaráðuneytinu og öðrum ráðuneytum til að, sem eru bara sóknaráætlun landslutar sem bara koma bara stórum byggðaþróunarverkefnum og til að styðja við menningarlíf á landsbyggðinni. Frábært verkefni. Það er verið að skera niður. Það er verið að skera niður og svo bara sagt, já, en fjárlaganefnd hefur alltaf lagað. Ætlar þú að gera það? Ég meina að mér finnst þetta frábært verkefni en það við þurfum að skoða það í stóra verkefni og ég vil laga það en mér finnst bara þessi viðþorf En það eru 63 þingmenn. Já, en meina... Verða það ekki 120 verkefni sem að menn vilja laga? Já, meina það farið að rigna yfir okkur alls konar beðinu núna því þetta eru aðhaldsöm fjárlög og meina það verið að þú eru aðhaldsöm og það munu snerta einhverja. Það ekki allir að fá það sem þeir vilja og þannig að En eru þau, nú spyr ég bara hvort þessu aðhaldsöm, við fjölluðum ítalið þetta þegar frumvarpið kom út og það var gert opinbert og hér liggur til þess fyrir bara í örlítilli samantekt sem að ráðuneyti reyndar birti að þegar kemur að fjármagnskostnaði ábyrgðum og lífeyrisskuldbindingum þá eykst kostnaðurinn 14,2% milli ára. Í sjúkrahúsþjónustunni eykst það 10,3%. Varðandi örorku og málefni fatlaðra 17,9% milli ára. 4,9% í málefnum aldraðra og 5,9% í heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa. Já, þetta áherslu atriði ríkisstjórnar. Það þessi áhersla á öryggi
og hún birtist þarna, áhersla á öryggi og innvið og þess vegna líka verið að bæta í samgöngumálin, ekki vanþörf á. Já, sko, það er eftir að nefna hluti sem að ég tiltók ekki, það er svo öryggi og samgöngumál, þetta eru aðrir þættir, og þetta eru stóru liðirnir. Þetta eru stóru liðirnir og það líka spyrjum á sig, hvað er það sem hver er drifkraftur þess? Er það fólksfjölgun, að því okkur bara hreinlega fjölga, eða er eitthvað annað að gerast í kerfunum og það held ég þessi verkefni okkar fjárlögum, það kafa svolítið ofan í það, hvað er að gerast, hvað er að drífa upp þennan kostnað, en það geta bara þetta verið, bara góður rök á bakvið, bara okkur er bara að fjölga eða eitthvað hefur gerst, að því við erum ekki að sinna einhverjum öðrum þáttum þá kostnaðurinn hér og þetta er eitthvað svona sem við þurfum að nota næstu mánuðin, að kafa okkur svolítið ofan í og fá betri svona, já, bara góðan grunn fyrir þessar ákvarðanir. En fjárlaganefndin, hún fær frumvarpið kynnt bara á sama tíma og aðrir í þinginu, er það ekki? Við fengum nú nokkra klukkutíma forskot. Nokkra klukkutíma, en liggur það fyrir vinna, sitjið þið sveitt og búin að bretta upp ermar við að leita leiða til þess að hagræða hnika til gjaldaliðum og slíku? Við erum náttúrulega ekki komin þangað, þetta er bara, það er búið að vera 2 fundir núna í fjárlaganefnd þar sem við erum bara að fara í gegnum kynninguna og núna förum við að taka á móti öllum ráðunautunum, þannig við förum meira á dyftana í hverju málaflokki fyrir sig og þá fáum við meiri skilning á því hvað er að gerast inn í ráðunautunum. Þannig að þetta er náttúrulega bara að byrja og fjárlögin verður náttúrulega ekki samþykkt fyrir í desember. Þannig að núna er bara 3 mánaða spennandi tími framöndan fyrir okkur sem sitjum í fjárlaganefnd. En munt þú fyrir þitt leyti samþykkja aukin halla eða er eitthvað, ég velti fyrir mér, þetta eru hvað 1607 milljarðar í útgjöld, maður hefur sagt 15 milljarðar, gátu menn í alvöru ekki fundið leið til þess að segja við ætlum að skila svo núlinu? Jú, það hefur örugglega verið hægt en núna erum við þetta, en það var auðvitað tekið mikið niður og núna bara frá því bara að fjármálaáætlun var samþykkt. Það er búið að vera í alls konar tiltektar aðgerðir í gangi og það er fullt af fólki að fara að finna fyrir því að það var tekið til. Ég meina það var gert ráð fyrir því að sparnaður er 11 milljónir, hagræðingar aðgerðir er 11 milljarðar. Þeir eru komin í 13, það er verið að gera meira heldur en lagt var með í upphafi. Þannig að það er auðvitað, sem ég segi, og það er eitthvað eins og maður vil kannski ekki vera að gefa allt á bjartsýna vonir, að við lifum þetta ekki Excel-skjali, við bara búum í samfélagi. Þannig að það er örugglega hægt að finna peninga og það er það sem er núna, sem fyrir mig, ég er auðvitað svolítið spennta því að við viljum að ríkisfjármálin styðji við efnahagsstefnu Seðlabankans. Þannig að núna erum við svolítið að bíða eftir að heyra hvað peningamálastefn segir. Er þetta nóg? Svo að því að það er þetta stóra verkefni okkar að lækka vexti og verðbólgu, þannig að maður er að bíða eftir því og ef það er ekki nóg, þá verðum við bara að gera meira. Af því það er það allra stærsta verkefni sem við getum gert fyrir fólk og fyrirtæki í þessu landi, það er að lækka vexti. Þetta er bara óbærilegt fyrir okkur að lifa í svona umhverfi. Hvernig mun þessi vinna spilast út í þinginu? Já, það er svolítið kannski smá miskilningur líka eða það sem Arna nefnir núna sé það hlutverk fjárlaganefndar að fara að grúska kafa mjög djúpt og í ástæðu þess að ýmsir liðir eru að hækka. Þetta á auðvitað alltaf liggja fyrir í ráðuneytunum og á auðvitað að vera kynnt með fjárlögunum. Það er hins vegar hlutverk fjárlaganefndar og þingsins síðan alls að taka ákvörðun hvernig menn ætla að forgangsraða þessum peningum, bara horfast í augu við eitthvað verkefni og segja nei og mögulega gefa í eitthvað önnur. Það er hlutverk þingsins. Þetta fjárlagafrumvarp er ekki aðhaldsamt að mínu mati og það er í rauninni ekki borð fyrir báru að nokkru leyti. Ég meina þetta eru svo litlar tölur, við erum að velta einhverjum nánast 100 köllum fyrir okkur í þessu sambandi að menn eru að horfa að reyna að halda þessu markmiði hallalaus fjárlög. Og þetta frumvarp verður heldur ekki rætt eða skoða nema í samhengi líka við bandorminn sem var lagður fram er mál númer 2 sem lagt fram jafnan í upphafi þingsins og var rætt núna í þinginu í þessari viku. Og það er kveðið á skatta og gjöld og það er nú af ýmsu að taka vegna þess að þar eru þetta blasir við skattahækkunin. Og sumt er nú þannig að það ég á náttúrulega að fá skýringar á sumum verulegum hækkunum sem að greinilega á að velta yfir á heimilin í landinu. Eins og hverjum? Já, eins og til dæmis vörugjöld á ökutæki, 7 milljarðar. Ég hef ekki ennþá fundið í stað hvernig menn ætla að hafa það er hækkun upp 80% hvernig menn ætla að ná í þau. Ég veit ekki hvort Arna þekkir það kannski, hvort það hefur verið rætt í efnahags- og viðskiptanefnd.
En Morgunblaðið fjallaði þetta, tóku þennan samanburð og ég var allir með að bera saman í síðustu viku og nefna það varðandi vegasamgöngurnar. Þar því menn tala að bifreiðaeigendur þurfi að halda uppi eða þurfi leggja sitt að mörkum til þess að halda auka í vegasamgöngurnar. Ég árétta það nú að það nú ekki bara bíleigendur, það líka þeir sem lifa hennum bíllausa lífstíl, þeir fáu sem það eru, sem auðvitað þurfa líka að bera ábyrgð á vegasamgöngum, það verður að keyra matinn ofan í þá eins og aðra. En það gert ráð fyrir fjárútlátum til samgangna vegakerfisins upp á 46 milljarða. En álögur á bifreiðaeigendur eru 76 milljarðar. 75 Þú skoðar vörugjöld af innflutningi bíla og allt þetta. Já, og þá ég eftir að taka tillit til virðisaukaskatts síðans af öllu draslinu. Þannig að eða öllum þessum útgjaldaliðum. Þannig að þarna þetta mjög mikill mismunur sem að segja manni bara það að þegar skattar eru einu sinni komnir á sem voru eyrnamerktir á sínum tíma þá fara þeir aldrei af, það er mjög torvelt að fá þá af og þeir fara enda í hítinni og þetta mikið áhyggjuefni fyrir heimilin í landinu, þessi skattahækkun sem boðuð, eins og ég segi, bara vörugjöldin, ég veit ekki hvort að menn ætlast til þess að það fjölgi svona mikið eða verði svo mikil aukning í bílasölu á næsta ári sem að ég að dekka þetta eða hvort að menn eru að fara að fella niður afsláttinn af vörugjöldum sem að rafbílar hafa fengið til dæmis, ég veit ekki hvort að það og þannig að vörugjöldin fari jafnt yfir á alla bíltegundir. En þetta mjög mikil hækkun. Hún auðvitað dropi í hafið í stóra samhenginu, ekki samt lítill dropi, þetta alveg stór dropi, en leggst með þungt á heimilin landinu, þessi skattahækkun. Og það eru fleiri skattahækkanir sem eru boðar í bandormum minnum, eins og menn hafa verið að ræða og ég verið að benda á með samsköttunina, það sem verið að afnema heimild sambúðarfólks og hjóna. Já, samnýtingu og nýtt skattþreps. Já, milli annars fyrir skattþreps. Já. Þannig að það verður að afnema það. Og það eru mikil misskilningur í umræðinu með það sko. Já, menn tala þetta með samsköttun. Það ekki samsköttun. En samsköttunin, ástæðan fyrir því að menn fari í samsköttun, það þetta. Það ekki önnur ástæða fyrir því að menn eru að samskatta sig. Nei, ég meina, það búið að vera svo mikil upplýsing og óreið í þessum máli að halda margir þetta fyrir að snerta allar fjölskyldur í þessu landi. Það það alls ekki, þetta snertir 4% landsmanna, tekið hæstu og eignamestu landsmenn þessu land muni finna fyrir. Jú, það ekki rétt. Það bara hárrétt að því að þetta var tekið fyrir í efnahagsveislunni í gær, þess vegna veit ég það. Ég var að ræða við mann bara í liðinni viku, hann og konan sem með langveikt barn. Þannig að það hefur dregið mjög tekjum hjá konuna, hann sannlega tekjuhár en þetta veldur höggja á þeirra heimili, fólk sem í mjög þröngri stöðu vegna alvarlegra veikja. Þetta súmir þetta bara þau upp má aðeins súmir þetta upp. Þetta nú mál sem að kom inn þegar fjölþrepa óreiða sko. Þegar þetta ég ætla ekki að trufla þig. Ég menna það bara einhver svona upplýsingar á ferðaflugi má ég þá ekki útskýra málið því ég þekki þetta nú alveg ágætt þessi heimild til samnýtingu ónýtt skattþreps var tekið upp þegar að vinstristjórnin tók upp fjölþrepa skattkerfi og sem að skapar auðvitað alls konar vandamál sem að menn eru síðan reynda að setja undir. Það auðvitað þannig að ef við berum saman tvö heimili, eða tvenn hjón eða sambúðarfólk, tvenn hjón þar sem að afla jafn mikillega í krónutölum tekna fyrir sín heimili, jafn mikið. Í öðru tilvikinu hafa hjónin bæði leggja jafn mikið að mörkum inn í heimili eða með svona svipuð laun. Í hinu dæminu eru hjónin með mjög mismunandi laun, annar aðili með miklu hærri tekjur en hinn. En sama krónutala fer inn í heimilið. Hjónin sem hafa jafnar tekjur, þau bera minni skattbyrði heldur en hitt fólkið sem með misháar tekjur. Það er þetta sem menn voru að reyna að setja undir með því að heimila hjónum að samnýta skattþrepin þegar fjölþrepa skattkerfi var tekið, fyrst 2 þrep og svo 3 þrep og það er óhjákvæmilegt annað þegar menn hafa slíkt skattkerfi að hafa svoleiðis system þannig að skattbyrði þessara 2 hjóna, þessara 2 heimili verði ekki svona mismikil að því tekjurnar eru þær sömu fyrir heimilið. Af hverju verið afnemaður? Já sko, mér finnst svona þegar við erum með svona skattaívilnanir eins og
þetta að samnýta þessi skattþrep. Þetta er ekki skattaívilnun. Jú, þetta nefnilega Skattur ekki náttúrulögmál. Jú, þetta skattaívilnun og þessi skattaívilnun bara ómarkviss. Hún beinist að hópi sem hafa mestu tekjurnar í þessu landi og hafa mestu eignirnar. Við fengum svo góða greiningu á þessu í efnahags- og viðskiptanefnd í gær. Hinn hefðbundi einstaklingur sem nýtur þessara skattaívilnunar 52 ára karlmaður sem mun tekjuhærri og mun eigna meiri. Hann nýtur þess að mun eigna meiri, ef þú leyfir mér nú að klára líka, heldur en annað fólk. Þannig ég segi, þegar við erum að reyna þegar við erum með einhvers konar ívilnir á einhvern hátt, þá þurfum við að skoða hvaða hópi erum við að ívilna. Og svo það bara þannig að þetta eru tekjuhæstu einstaklingar landsins sem að fá þessa ívilnun. Og mér finnst það bara ómarkvisst þegar við erum að tala skattaívilnir. Þá vil ég frekar reyna að nýta skattkerfi til að koma til móts við þá hópa sem hafa það erfitt í þessu landi. Og það ekki þessi hópur. Þetta upplýsingaóreiðan, hún felst í því að halda því fram að það sé bara einhverjir tekjuháir karlmenn sem að nýta þess vegna þess að hjónin. Þú þarft að vera með 1325.000 krónur á mánuði til þess að vera. En heimildin sem ræður, það er framlag hins tekjulágra. Það hinn tekjulái sem að nýta þetta. Já. Leið mér ekki eins og að klára. Ég að segja það. Þannig að það er ekki hægt að segja það þannig að þetta sé bara, þetta gagnist bara karlmönnum, 80% hluti sé karlmenn. Þetta snýst það að það eru hjónin, þetta eru sameiginlegar tekjur heimilisins og hjónanna, þannig að það ekki bara karlmaðurinn sem nýtir það eða hinn tekjuhái. Ég er að reyna að varpa á ljósi á þann þjóðfélagshóp sem að nýta þessa ívilnun, hvað svona heimili það eru. Þetta eru tekju og eigna mikil heimili sem að njóta þessa skatta. Þetta eru heimili, það sem að annar aðilinn hefur engar tekjur. Vissuðu eitt að það eru 8% íbúa í Garðabæ sem njóta þessar ívilnunar og Seltjarnarnes sér þar rétt á eftir. Þannig að þetta fólk sem fjárhagslega vel stætt og það bara beini tengsl á milli þeirra sem njóta fjármagnstekna og sem fá þessa skattaívilnun. Þetta ekki hópurinn sem við eigum að setja í forgang og reyna að verja. En þeir njóta þessa umfram aðra, það eru þeir sem njóta sem að hafa lágar tekjur. Öðruvísi út á það gengur kerfi. Það að vera með 1325.000 til þess að vera í efsta þrepi og þetta hópurinn sem að fá. En hitt hjóna þá ekki með neina tekjur. Það það sem þetta snýst málið. Og væntanlega hinn aðilinn ekki tekjulaus. Jú, akkur ekki. Það er menn tekjulausir. Akkur eru þeir fólk það í þessum dæmum getur bara fólk verið bara með lægri tekjur. Hann fæstir alveg tekjulausir. Jú, það er bara margir tekjulausir. Eða bara með lægri laun og þeir eru jafnvel bara fullt af fólki sem tekjulaus líka til lengri eða skemmri tíma kom upp aðstæður hjá fólki þar sem annar aðilinn á heimili þarf að vera einhver hluta vegna heima við til þess að sinna börnum, til þess að sinna öldruðum ættingjum, út af veikindum annað, fólk sem fer ekki inn á atvinnuleysisbætur. Ég tók nú þetta dæmi vegna þess að það og þetta nú ekki stóreigna fólk sem þarna við hlut sem ég nefni. En það ekki rétt ábending þar að segja, það okkur ekki sanngjarnt að hjón sem eru með jafn miklar heildartekjur, beri jafn miklar skattbyrðar inn í ríkissjóð? Jú, ég menna, þú eru búin að nýta þau í miðflokknum sérstaklega og eru nú búin að vera að nýta mikið í þessar upplýsingar sem við erum að fá. Að þetta séu 81% karlmanna sem að nýta þetta og þá 90% kvennmanna, en þetta eru bara upplýsingar. En auðvitað en skattkerfið þetta svona, ég menna þetta eru bara þessar upplýsingar sem við erum að fá til að reyna að kasta ljósi á þennan hóp sem við erum að fást við. Að því ég kem frá þeim staði í pólitík að vilja reyna að jafna lífskjörin. Þannig að reyna að lyfta þeim sem hafa það verst, en ekki vera að ýta enn fyrir einhverju undir þá sem hafa það best. Þannig er bara ekki pólitíkin sem ég lifi eftir. Ég segi bara ef það eru 2 heimili sem að hafa hvort sig 1600.000 eða 800.000 í mánaðartekjur. Er það ekki sanngirnismál að þau hjón greiði jafn mikið til samfélagsins óháð því hver tekjudreifingin milli einstaklinganna? Ég held að þetta geti bara verið gagnleg til að fá frekari gögn. Ég spyr, er það ekki sanngjarnt að heimili sem að afla jafn mikil að tekna, tökum 800.000 eða 2 milljónir í heildina, er ekki sanngjarnt að menn greiði jafn mikið hvort sem þeir búa Seltjarnarnesi eða Raufarhöfn? En skattkerfi okkar fyrst og fremst einstaklega smiðað. Það þannig.
Þannig að við ætlum ekki að ívilna þeim sem ákveður í hjónabandi. Við gerum ráð fyrir sameiginlega ábyrgð á skattskuldum til dæmis. Já, fjölskyldumynstri bara alls konar. En við ívilnum fólki með barnabætur og annað. Við erum frekar að ýta undir það að fólk sé ekki í hjónabandi heldur en hitt. Fjölskyldugerðin bara alls konar. Meina, á hverju viljum við vera að ýta undir einhverja sérstaka fjölskyldugerð umfram aðra? Já, býtu, við ætlum að ýta undir fjölskyldun. Það er það sem ég hef haft mest við athuga við þessa stefnu, að þetta aðför af fjölskyldugildum. Hvað með einstæða foreldra? Þeir eru ekki að fá að njóta þessara skatta yfirleitt. Þeir eru með alls konar, vantar nú ekki. Barnabætur og annað, það er alveg endalaus listi. Sko, það bara þannig í okkar löggjöf, alveg sama hvar drepið er niður fæti, að löggjöf almennt hefur tekið mið af fjölskyldunni og skattalöggjöf hefur líka gert það og mér finnst þetta skref sem við erum að taka vera aðför að því að fjölskyldugildum og því sem að við höfum viljað halda í heiðri hér að renna stoðum undir fjölskylduna og rekstur heimilina og rekstur fjölskylduna og þetta finnst mér mjög miður og og það er alveg sama hvernig menn reyna að rökstuða þetta vegna þess að þetta var nú uppalega rökstutt þessi tillaga kom svo því sé haldið til haga að þá á þessi ríkisstjórn ekki þessu hugmynd. Þetta kemur úr ykkur kynjaðri fjárlagagerð í fjármálaráðuneytinu sem hefði þetta verið búið að leggja niður fyrir löngu og þið getið gert það núna þið viljið sýna raunverulegt aðhald. En þessi ég þarf ekki að senda hana inn. Ég er þingmaður og ég bara legg það til á þingi og þið hafið valið að taka upp þessa tillögu til að leggja niður þessa deild. Og upphaflega var hugmyndin svo að þetta væri aðför á konum sérstaklega, að þeim væri haldið inni á heimilunum og þess vegna mætti ekki vera ýta undir að menn væri að samnýta skattkortið sitt með þessu mæti. Þetta þetta fásinna í landi þar sem atvinnuþátttaka kvenna og atvinnuþátttaka almenn með því hæsta í öllum heiminum. Það bara hluti af greinargerðinni að þetta hafi letjandi áhrif á hinn makan sem í neðra þrepinu. Talandi upplýsingaóreiðu. Og það finnst þér náttúrulega óþolandi. Talandi upplýsingaóreiðu. Fréttamaður Ríkisútvarpsins rekur mikrofóninn framan í fjármálaráðherrann og segir það ekki verið að hækka skatt á almenning og fyrirtæki í landinu. Hann brosir mjög blítt og segir nei, það ekki verið að því. Er þetta rétt? Ég bara velti fyrir mér út frá því sem við höfum rætt hérna. Ekki ljóst að það í einhverju tilvikum, fáum eða mörgum, verið að auka álögur 11 milljarðar á bíleigundur. 11 milljarðar. 7 milljarðarnir eru... Nú er ég að spyrja örnumálum. Já, ég meina það á svo sannarlega að fara að setja hérna á kílómetragjöld. Nú frumvarpið reyndar svo sem ekki komið fram aftur en þetta gerir ráð fyrir það verið lagt fram nú næstu dögum. Það sem við erum bara að fara að breyta kerfið þegar kemur að borga bílum. Bara ekki ljóst þess að sá tekjustopp ríkisins sem við höfum fengið af bílum, hann bara að hrynja. Og það endur á góðum ástæðum að það eru fleiri farnir að keyra á rafmagnsbílum, við erum farnir að keyra á sparneytnarbílum, þannig við verðum að skipta kerfi og miðflokkurinn hefur verið alveg skýrið því þau eru bara algjörlega á móti þessari kerfisbreytingu en við verðum einhvern veginn að standa vörðumannan tekjustopp að það er eitt sem ég finn búandi vestur á Ísafirði og stórnotandi á þjóðvegum þessu lands, við verðum að setja meiri pening í vegakerfið og þetta kerfi sem við erum að tala núna, þetta einhverjum 10 milljarðar núna aukning, það til þess að verja þennan skattstofn. Þannig við getum farið í það að halda vegunum okkur við að því það ástand sem núna upp í vegakerfinu, það bara ekki bjóðandi fólki og fyrirtækjum. Þannig við verðum að setja peninga í þetta. Ég sammála því en spurningin mín ég nenni ekki að vera í einhverjum hugtaka slagsmálum því hvað er hvað. Spurningin bara verið að fjármálaráðherrann segir bara það ekki verið að hækka skatta. En hérna blasa við dæmi sem við erum að ræða, það sem verið að auka álögur á fólk. Það er verið að taka upp nýtt kerfi, það kemur að innheimta vörugjöld og gjöld af bíleigundum. Álögurnar aukast. Það eru að aukast í þessum málflokki, já. En þá ekki, ég bara velta fyrir mér að því að við erum að kvarta undan upplýsingar og við erum að horfa á... En það ekki verið að hækka tekjuskatt á fólk. Þetta er bara spurning. Spurningin var ekki tekjuskatt. Ég hef bara áhyggjur af því. Ég var náttúrulega ekki að hlusta á þetta viðtal, þannig ég veit ekki nákvæmlega hvað. Nei, og þetta kom líka fram í kynningunum fjármálaráðherranum. Ég bara að velta fyrir mér, erum við ekki komin á einhverja hættulega slóðir þegar menn fullum fetum fullir það ekki sé verið að hækka gjöld á fólk þegar verður að gera það? Núna erum við að tala að því vorum að tala um bandorunum og við erum að tala þar krónutölhækkanir 3,7%.
og ef við gerum það ekki, þá erum við að rýra skattstofnun okkar. Þetta segja margir þessu skattahækkunar. Aðrir geta sagt nei, við erum bara að reyna að halda í. Við erum bara að verja tekjustofna ríkissjóðs, sem þetta mikilvægt. Að því við getum ekki bara sagt, já, við viljum það má ekki hækka skatta, það má ekki auka gjöld og svo má ekki heldur taka tekjur. Það verður að koma saman hljóða mynd, að því við þurfum að horfa á heildarmyndina. Og þú nefnir miðflokkinn og kílómetragjaldið. Miðflokkurinn hefur ekkert gefið út neina yfirlýsingar hans að móti einhverjum kílómetragjöldum heilt yfir. Við höfum hins vegar að tala fyrir því skynsemi í þessum málum eins og öðrum. Og það auðvitað umhugsunarefni að taka upp nýtt kerfi. Nú erum við með rafbíla sem bara lítill hluti, bara pínulítill hluti. Sjálfstækkandi? Já, allt í lagi, en hann ennþá pínulítill hluti og það stefnir ekki í að hann verði ekki einu svona nái helming af því sem hinn Við erum með hann og það bílar sem þeir hafa svo sannarlega notið ívilnunar vegna þess að misósti niðurgreiðslu á meðan að þorrið fólks sem að rekur eldsneytisbíla eða hýbridbíla ber allan þungan af þessu. Og mér finnst það til umhugsunar að menn er búin að taka upp kílómetragjaldir á rafmagnsbílana, gott og vel, en þá eru þeir reyndar borga nú bara 6% af vörugjöldum til dæmis, að meðan að aðrir borga 60-70% vörugjöld á sína bíla. Mér finnst umhugsunarefni að menn ætla að fara að búa til nýtt kerfi fyrir eldsneytis bensínbílana. Ég óttast að þetta verði þetta sé svolítið feigðarflan, þessi upptaka á þessu kílómetragjaldi heilt yfir, í stað þess að láta á það reyna sérstaklega bara fyrir rafmagnsbílana og stilla það þannig af, bíða með hitt, vegna þess að hugmyndin með upptöku kílómetragjaldsins á allt og þá talað eins og það eigi að vera allir sé að borga það upplýsingaóreiðan af hálfu ríkisstjórnarinnar, vegna þess að það ekki hugmyndin. Eftir sem áður eiga að vera himinhá vörugjöld á hina bílana og vörugjöld á eldsneyti þótt að einhver önnur gjöld af eldsneytis og olíugjaldið og annað falli niður, þá verður ennþá mjög mikið misvægi í skattbyrði þessar bifreiðaeigenda og þorri fólks að bera þá hærri skatta á sína eldsneytisbíla vegna þorri fólks með eldsneytisbíla, rafmagnsbílinn kannski bíl númer 2 eða eitthvað svoleiðis, gott að vera þar að breytast og ég bara fögnum þróunni, hún mun gerast, en þessi neyslustýring sem stjórnvöld hafa staðið fyrir hingað til, hún hefur haft í för með sér í rauninni enga aukningu eins og til stendur á rafbílunum í rauninni, en mun skilja eftir sig himinháa skattahækkun á allan þorra bifreiðaeigenda. Og það þetta sem að Þetta að koma í ljós. Annað sem að ég velti fyrir mér, Arna Lára, og ég veit að þeir ekki búin að plæja ykkur gegnum allt frumvarpið, en það var bent á það í liðinni viku eða fyrir í vikunni að það væri verið að skera niður fjárframlög til mikilvægra verkefni eins og ljóssins, endurhæfingarmiðstöðvar að taka 200 milljónir af þeim sem að hafa sinnt gríðarlega mikilvæg starfi í endurhæfingu við krabbameinssjúka, S.A.A. ber skarðan hlut frá borði og svo þegar maður rennir í frumvarpið þá sér maður að þið ætli ennþá að stórauka framlög til ríkisútvarpsins eins og ekki sé morgunmaturinn. Er þetta forgangsröðun sem að þér hugnast? Það var þetta bara konum fram, ég man ekki hvort það var bara þinginu núna í vikunni, að það mun koma hér nýtt frumvarp ríkisútvarpið bara núna á þessu haustingi sem samkvæmt áætlunin janúar. Já, og það bara þessi krónutölu hækkun, bara eins og allir aðrir, framkvæmdastjórar aldrar fleiri, þeir bara hækka 3,7%, bara sem bara hlutu eins og allir aðrir. Ekki ljósið og ekki S.A.A. Þeir hafa verið með einhver auka framlög sem hafa þá komið þau endalega gegnum fjárlaganefnd og fjárlaganefnd hefur gett á hæfi störf og ég held að verði mjög mikilvægt fyrir okkur að kafa okkur ofan í þetta, að þetta ekki bara ljósið og S.A.A. og sóknar á allir landshluta, menn þetta líka það eftir sem skilst að það núna lækkun til sóknargjöldin að lækka. Það hefur verið gert tillögu það til fjölda ára, svo kemur fjárlaganefnd og það þjóðkirkjan kemur bara nei, þið geta ekki verið að lækka sóknargjöldin. Þannig núna erum við bara svolítið, og þetta snýst allt forgangsröðun eins og Sigga bendi réttilega á þann og núna þurfum við bara að taka þetta svolítið til ykkar og við þurfum að skoða ljósið. Þetta náttúrulega bara afskaplega mikilvæg þjónusta sem það ræðir. En við þurfum þá líka að spyrja heilbrigðisráðuneytið. Hvernig stendur þessu? Á hverju skilu þessi peningar sér ekki inn í fjárlögin? Þurfum við ekki aðeins að skoða RÚV?
Þeir voru að slátra Janus starfsendurhæfingun og þeir voru nú verið að taka þeir voru að breyta þjónustu þar. Ég meina það bara, við þurfum bara að spyrja þessara gagnrýnu spurninga og það við ekki vera hrædd við það. Að þú nefnir RÚV, að þá held ég að þú, sko það sem menn hafa verið að vísa í örugglega er frumvarp sem er boðað með minnir í janúar, sem er, og þótt að veri fyrir jól, sko, sem er hins vegar bara breytingu á tekjustofni RÚV varðar auglýsingamarkaði. Og það varðar skattgreiðendur ekki neitt. Það er bara einhverja tekjur sem að þeir hafa frá auglýsendum og ég óttast að nái það fram að ganga eins og menn hafa verið að ræða núna í mörg ár að taka RÚV af auglýsingamarkaði, gott og vel. En þá verður gerð krafa það að RÚV verði bætt sá tekjumissir í fjárlögum. Og það eru einhverju, 2-3 milljarðar. Þannig að ég, sko, þarna er bara stór útgjaldapóstur sem að hvílir á skattgreiðendum sem ég held að það hefði verið kjörið tækifæri núna í nafni aðhaldsins og tiltektarinnar að ríkisstjórnin myndi leggjast í að bara hendi framkvæmd að draga úr umsvifum RÚV. Ég held að selja tilum til þess að kafa ofan í rekstur RÚV eins og það á að gera og því það er greinilega undirliggjandi. Það er bara að skera þetta niður? Ég enda mikil talskona að við séum með öflugt ríkisútvarp bara út frá bæði útvarp og sjónvarp og samfélagsmiðla. Ég meina, við þurfum ekki að ræða það en bara út frá þessu almanna hlutverki sem ríkisútvarpið er. Jú, við þurfum að ræða þannig einmitt útvarpsstöð, sjónvarpsstöð, 2 sjónvarpsstöðvar, 2 útvarpsstöðvar, TikTok, samfélagsmiðlana, netið. Sá fjölmiðlar bara reyna að halda í við samfélagsþróun. Já, ég meina þetta er bara umsvif ríkisins á fjölmiðlamarkaði. Hann bara, þeir eira engu. Hlaðvarpsgerð. Ja, þeir eru að reyna að ná til ólíka hópa. En akkur er ríkisvaldið að reyna að ná til þessara hópa? Með hlaðvarpsgerð og skemmti efni á samfélagsmiðlum. Þetta eru þetta algjörlega... Til fólks er svo einhverjum að gera en ég setti þetta bara í samhengi að því að mér brá þegar ég sá þetta með ljósið á sama tíma og menn halda bara áfram að gefa í varðandi þessar stofnum sem að virðist alveg stjórnlaus hvað það varðar. Og þetta vona maður að fjárlaganefndin vinni þessa vinnu og þú lofar því. Já, ég meina, ég er þetta nýri þingmaður og kannski verður starfið fjárlaganefnd allt öðru seldur en ég gerir mér von fyrir en ég bara berði svendingar að við förum svolítið á dýftina. Þeir sem að fara fyrir fjárlaganefndin eru líka nýjir þingmenn. Ég held nefnilega að sé svolítið gott, sko, því að við erum búin að núna síðustu 7 árin erum við bara búin að vera með ríkisstjórn sem það hefur rosalega lítið gerst. Þetta er bara svona lægsti samnefnarinn þar sem þau gátu komið sér saman og ég er að menna við vorum með flokka sem bara fóru yfir allan skalan þannig að það var alltaf lægsti samnefnarinn sem komst í framkvæmd. Þannig að það sem nú erum við bara að koma með svolítið fersk augu og getum með að við erum ekki orðin samdögn á kerfinu og spurt, á hverju er að gera þetta svona? Á hverju er ekki að gera þetta hinsegin? Þannig ég er að vona það að því við erum mörg að koma nýja þessu verkefni að við getum bara spurt svona spurninga, er eitthvað vitið þessu ef ekki gera það frekar hinsegin? Þannig að ég óttast þetta svolítið. Ég óttast svolítið þetta einmitt að menn ætla að fara mjög í dýptina fjárlaganefndi á þinginu. Mín ráð bara, mestu vinsemd, ekki fara á dýptina. Þetta er ekki millimetramál sko fyrir fjárlaganefnd. Farðu einmitt í heildarmyndina. Spurðu einmitt bara þarf ríkið að vera svona umfyrsað mikið, svo ég taki það bara sem dæmi, umfyrsað mikið á fjölmiðlamarkaði. Það er ekki dýptin, þið hafið engan tími að fara eitthvað dýpt og það er þar sem að slysinn gerast þegar menn eru komnir í einhverja krónur og aura. Það er þannig sem að skuldirnar hlaðast inn. Þetta er nú ekki mikið, það kemur Guðmundur hann nú vinna mjög gott starfaðna í þessu sjálfbælega samtökum og við þurfum að styrkja þann 50 milljónir. Svona er þetta. Kemur þið greina að selja hluti í Landsbankanum? Þið sá hversu jákvæð áhrif Íslandsbanki hafði? Nei, við erum ekki spennt. Af hverju ekki? Bara þetta er bara banki sem við viljum að sé eigu landsmanna. Af hverju? Og hann er að skila okkur bara afskaplega góðum tekjum. En af hverju selduðu þá Íslandsbanka? Já, ég var nú svo sem bara alveg með því að selja Íslandsbanka en mér finnst bara gott ef við skulum eiga eitt banka, þannig að það er ákveðið aðhald að ríkið eigi eitt banka, en ég hef ekki verið talskona þess að selja Landsbankann, ekkert frekar en Landsvirkjun. Þetta eru bara góði tekjustofnar fyrir ríkissjóð. Þeir eru það bara ekki? Jú, þeir eru það bara víst. Þeir eru það bara svo sannarlega. Mikið er gaman að fá það fyrir eins og Arna Lára Jónsdóttir og Sigríður Andersen. Þakka ykkur fyrir þetta hressilega og góða spjall. Hlakka til að fá okkur fljótt aftur hingað tíminn. Takk. Takk fyrir mig. Við verðum að ljúka þessu á þessu tímamóti. Við höfum ekki allan daginn eða alla helgina í þetta spjall og að við hefðum örugglega getað haldið hér lengi áfram. Við ætlum að ræða hér næst við
öfluga menn sem að hafa hugað því að dæla svörtu gulli upp að hafsbotni austan með Ísland og mögulega tryggja ríkissjóði Íslands 1000 milljarða í tekjur með því framtaki sínu. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Lexus RX. Komdu og reynsluaktu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæla nýju. Við þökkum Örnu Láru Jónsdóttur og Sigríði Á. Andersen fyrir þeirra framlag í umræðunum fjárlögin og seitthvað fleira. Ég hins vegar fengið hingað 2 ágæta gesti. Það eru þeir Heiðar Guðjónsson sem fjárfestir og fyrrum stjórnarformaður félagsins Eikon og Haukur Óskarsson sem framkvæmdastjóri ráðgjafafyrirtækisins Refskex. Þeir vita sitthvað olíu og olíuleit úti fyrir ströndum Íslands og ætlum að fara yfir það hér næstu mínúturnar. Komið sælir. Sæl. Blessaður. Ég vil nú að viðurkenna að maður fylgdist með því á sínum tíma þegar menn voru að velta fyrir sér olíuleit á Drekasvæðinu. Svo rann það verkefni út í sandinn og allt í einu dúkkar þetta upp núna. Getið eiginlega útskipt fyrir mér hvað það sem að veldur því að við erum allt í einu lent í umræðu olíuleit á Drekasvæðinu? Ég myndi segja í 7 ára þá var ríkisstjórn hér sem var alfarið á móti því að það verið að leita olíu. Síðan þegar verða kosningar og það ríkisstjórnarsamstarf slitnar að þá eru þetta aðilar út í heimi sem hafa sýnt þessu áhuga og þeir fara þá að hafa samband og spyrja hvað muni ný ríkisstjórn gera í þessum efnum. Síðan orðið ljóst að það náttúrulega breytist rosalega margt eftir innrás Rússa í Úkraínu 2022 og þá allt í einu orku öryggi orðið mikilvægt aftur. Það gleymdi svolítið frá lokum kalda stríðsins og fram til, má segja, dagsins í dag. Og þá orðið bara mjög mikilvægt fyrir Evrópu að eiga sínar eigin olíu- og gaslindir og hafa greiðan aðgang að olíu og gasi sem framleitt á ábyrgan hátt og ekki langt í burtu. Haukur, getur þú útskýrt, ég nefndi Eikon, þið komið báðir að þessum verkefnum á sínum tíma þegar að menn stóðu í olíuleit. Það rétt. Hvenær það sem að menn fer að gruna það að það sé olía hér inn í íslenskri lögsögu? Það eftir þegar við gerum tvívíðar bergmálsmælingar og þær eru teknar og farið með þetta til Kína og þær unni þar og Kínandi skilur mjög góðri vinnu og það strax og fyrstu niðurstöð fara að koma úr því og það fara að koma góðar niðurstöð, álitlegar niðurstöður og sem bara styrktust í ferlinu. Og þetta upp úr aldamótum sem að menn fara að sinna þessu? Nei, þetta sko 2014 fáum við leyfið. Já, en sko fyrir þann tíma, ég meina Hjörleifur Guttormsson á sínum tíma, þegar hann var iðnaðarráðherra í kringum 1980, þá fór hann að skipuleggja svona fyrsta rannsóknarpakkan í kringum Jan Mayen svæðið. Eikon heitinn Eyjólfur Konráð Jónsson, hann nær þessum mjög álitlegu samningum þegar enginn hafði trúað því að við gætum samið við norðmennum en við ættum réttindi nálægt Jan Mayen eyjunni. Og hann að klára þá samninga hérna á 8. áratugnum og svo reyndar jarðfræðingurinn sem hefur unnið með okkur frá upphafi. Hann var arkitektinn að fyrstu, hann heitir Terje Hagevang og mjög frægur norðmaður í olíu- og gasbransanum. Hann býr til fyrstu svona rannsóknar áætlunina í kringum svæðið og það farið í rannsóknir 1985. Það svo langt síðan að menn fara að skoða þetta. Já, og það var sko doktorsritgerðin hans í Terje, það var það sem birti þessa rannsóknir. Á þessu svæði? Já, það enginn sem veit eins mikið þetta eins og hann. Og hann sannfærður að þarna sé eitthvað? Hann það. Já, hann það. Algjörlega, og ég meina, hann var með okkur allt ferlið og þegar við vorum að semja við risa olíufyrirtæki hérna 2013-14 að þá vorum við að tala við risastór bresk fyrirtæki, risastór japansk, kóreunsk, kínversk, amerísk og á endanum að þá var þetta svona, maður kannski kalla fegurðarsamkeppni á milli Kínverjana og bresk fyrirtækis, hvað þau myndu koma með að borðinu og Terje stýrði þeirri vinnu og svo í kringum alla jarðfræði rannsóknirnar sem voru framkvæmdar, alla olíuleitina, þá var hann svona aðil arkitektinn í kringu það.
Nú eru menn að þefa þessu að nýju, en þetta rann út í sandinn á sínum tíma. Þetta einhvern veginn var eins og þetta hefði bara fuðrað upp. Já, sko, það kemur þannig að Sinok, kínverðnir, þeir kaupa Nexen í Kanada fyrir 15 miljardar bandaríkjadollara. Og þeir kynntu okkur það og fundi þegar við vorum út í Peking. Og það var mjög mikið álitamál í Hvíta húsinu, hvort ætti að leyfa þeim á sínum tíma. Það kom inn í Norður-Ameríku. Já, vegna þess að Nexen átti líka framleiðslu í Bandaríkjunum. Og svo hérna árið seinna, þá kemur það að þeir hafi keypt köttinn í sekknum. Þá byrjar strax, koma annað hljóð í skrokki hjá Kínverjunum, þeir fara að draga sig út úr öllum leifum þar sem ekki olíuframleiðsla nú þegar, öllum svona rannsóknar eins og drekasvæði. Já, svona frumverkefni. Já, nákvæmlega. Og það bara, þeir eru bara þarna í lokin, sko, þráttur að við erum alltaf að fá betra niðurstöður. Norðmennir, Petoro, alltaf ánægðari og ánægðari. Og það var komið þannig að við vorum búinir með þetta tvívíðaprógram, síðan vorum að fara í þetta þrívíðaprógram og Norðmenn segja nei, það ekki þörf á því. Þetta komið svo góða niðurstöður að næsta bara að fara að búið til borunaprógram. Þrívítt prógram, það þá verið að skanna berggrunnin? Já, það bara nákvæmari skönnun á því þar sem að vænlegustu punktarnir eru. Og Norðmenninni vildu stökkva yfir þetta? Já, yfir þetta og fara bara beint í. Þrívíða í gamla dag var engin þrívíð, það var bara tvívíð. Og kynverðir sögðu já, það svo sem alveg rétt, en svo reyna þeir að, svo bara verða þeir og þeim bara skipa að draga sig út úr því að það þarf að nota peningana annars staðar. En var þessu þá sjálfhætt, af hverju komið þá ekki Bretarnir inn á þessum tíma? Já, það var þannig að Orkustofnun gaf okkur 3 vikur í að finna nýjan samstarfsaðila og að finna nýjan samstarfsaðila í svona tröllvaxi verkefni þar sem heildarkostnaður við að framkvæma eina borun yfir 20 miljardar króna, það gerist ekki á 3 vikum. Það ein borun kostar 20.000 milljónir? Eitthvað svoleiðis. Þannig að og við vorum að leita á mjög hagfelldum tíma, olíuverð var að lækka, þannig að aðgangur að byrgjum til þess að framkvæma boranir, framkvæma rannsóknir, það var alltaf 70% afsláttur sem hafi verið bara 5 árum fyrr, þannig að þessi verð sem ég að vitna í 20 miljardar gæti verið eitthvað hærra í dag, en enga síður, við teljum að það sé vel þess virði að bora og eins og þegar við fengum frumniðurstöðurnar úr tvívíðum mælingunum. Og þá sagði norska ríkisolíufélagið, þetta voru að fundi í Peking, þetta kallar á kampavín. Við höfum aldrei séð svona stóra lind, svona stóran strúktúr eins og þetta er kallað sem getur haldið olíu og gasi hjá okkur, hvort sem í Norðursjó eða í Noregshafi. Þannig að við þurfum að fagna þessu í kvöld og það var gert. En svo eins og Haukur nefnir réttilega, yfir nótt að þá eru nánast 15 miljardar dollara afskrifaðir hjá Sinok og þeim skipað að draga í land og fara bara á svæði þar sem þeir geta beint framleitt. Þar sem þeir fá beint olíu og gas en séu ekki að leita. Og það snýst bara að fá peninga beint í kassan? Já, og Norðmennir voru mjög svektir en svo bara nokkurum dögum seinna, þetta voru dagaspursmál, þá fellur stjórn Ernu Solberg og hún fær annað samstarfsflokk inn í ríkisstjórnina, nýr stjórnarsáttmáli og þá farið að venda ákveðið breddagráðubil sem verið að venda Lófoten, sem sé það var eitthvað pólitík og það ætti ekki bora hjá Lófoten og þá fellur Jan Mayen innan þess og þá bara Norðmendir bara því miðurst, bara við verðum að okkur bara skipa, það bara pólitísk skipun að hætta. Þannig að þið eruð að halda því fram að þetta hafi í raun fallin sjálfsög bara út af einhverjum ytri aðstæðum, pólitískum og efnahagslegum í Kína. Hver þá staðan í dag? Nú vinstri stjórn í Noregi, eru þeir til í að bora hvað sem og... Það er engin ríkisstjórn í Noregi gefið þess mörg leyfi eins og nú var þetta ríkisstjórn. Eftir þetta, þannig að gefa bæði hægri stjórnin og svo vinstri stjórnin sem núna, og það fyrir norðan þetta svæði sem vendað. Það var aldrei verið gefið út eins mörg leyfi eins og undanfarin ár. Það í kjölfar Úkraínustríðsins? Það var á undan. Það byrjað. Já, þannig að þeir eru búin að opna augum hvað þetta varðar. Já. En þá spyr ég, Kínverjarnir duttu út eftir að hafa runnið á rassinn í Kanada. Þið eru þá núna að ræða við erlenda fjárfesta? Já. Stórfyrirtæki sem gætu komið þess að hafa þekkingu til þess að standa í svona lögu. Já, risastór alþjóðleg olíufélög sem hafa burði og getu til þess að fara ein og sér í þetta. En eins og málum háttað hér að þegar leyfin eru gefin út, þá ákveðin svona ákvæði og
og gagnvart íslensku lögum þá verður þetta að vera íslensk kennitala sem sækir og gagnvart trúveruleika aðilana og einhvern veginn samstarfi innanlands þá vilja ég gjarnan hafa íslenska aðila með sér og tíminn fljótur að líða. Ég meina þetta orðin 13 ára, 14 ára reynsla hjá okkur í þessu. Við svona umgengist mörg stærstu olíufyrirtæki í heimi, talað á ráðstefnu með þeim og þar fram eftir göttunum, þannig að við erum ágætlega kynntir innan þessa geira. En núna eru sem sagt bæði þá stór olíufélög austamegin við okkur og vestamegin við okkur sem hafa áhuga á því að auka framleiðsluna hjá sér og finnst mjög mikilvægt að innan Evrópu að þá sé framleitt meira af olíu og gasi á ábyrgan hátt. Austan og vestan, getur þú þrengt þetta eins niður? Sko... Nei, Stefán. Þessu verður að nýta þér. Þetta ekki Kínverjar og ekki Rússar. Nei, það blasir við. Já. Og hvað þá til fyrirstöðu? Akkur segið ekki bara eins og Trump sagði, drill baby drill? Já, en við þurfum við þetta, það sem væri, getur maður sagt, alvöru búað að koma hér inn. Það væri ef ríkisstjórnin myndi halda sérstakt útboð á leitar- og vinnsluleyfum. Og þá væri ríkisstjórnin raunverulega að sýna viljar sinn í verki með því að opna bara á þetta. Hins vegar orkulöggjöfin þannig að þá má hver sem koma og sækja beint leyfi. Hitt meira svona að opna faðminn og segja komiði, við viljum innilega fá okkur og munum gera allt til að hjálpa ykkur í að hér finnist olíu og gas. En þetta ekki bara eitthvað væmni og viðkvæmni, eða menn ekki bara sækjum og... Jú, og við munum gera það ef þeir ætla ekki að fara að stað með opið útboð, þá munum við bara koma með aðila sem bara leita beint til Orku- og umhverfisstofnunar að fá leyfi. Jóhann Páll, hann tala nú, ég mér að segja nokkuð skýrt og þó ekki, hann hefur engan áhuga þessu. Já, hann hefur þó sagt að þá munum veita leyfin eins og lögin eru. Já, hann segir löggjöfinu þannig, en á sama tíma segir hann, við erum bara að leggja áherslu á græna orku og annað, ekki pólitísk áhætta í því fyrir fyrirtæki að koma inn í umhverfið þar sem að ríkisstjórn eða orkumálráðherra tala með þessum hætti? Já, fögnum náttúrulega allir í þessari, því sem við höfum náði Íslendingar í grænni orku, vatnsaflið okkar og jarðvarminn og allt það, Það er okkar mesta stolt? Já, það er svoleiðis. Og en það breytir því ekki að við þurfum á þessari orku að halda. Og Jóhann Páll hefur náttúrulega, eins og ég sagði það, bara, hann hefur sagt að hann myndi veita leyfi samkvæmt þeim lögum sem í gildi og það finnst mér nú bara jákvætt. Hvað býðið þið lengi eftir því að sjá hvort að þeir opni faðminn eða hvort að þið þurfuð að banka upp á við erum bara að vinna bara með okkar samstarfsaðilum og þegar þeir eru tilbúnir þá koma þeir hvort sem búið að auglýsa eitthvað opið útboð eða ekki og bankadyrnar og vonandi fá þá leyfi. Hver getur verið tímaram á þessu? Já, þetta getur gerst bara á næstu 12 mánuðum en það sem hins vegar að þessi leyfi og löggjöfin á Íslandi, þú ert mjög vel varinn fyrir einhverjum pólitískum geðþótta og norska ríkisolíufélagið ímynda ég mér bara algjörlega vissum kæmi alltaf inn. Þau höfðu það mikinn áhuga á þessu og gríðarlega trú á verkefninu. Og þá ertu komin í milliríkja deilu við Norðmenn. Þú ert farin að brjóta milliríkja samninga viðskipti og annað. Ef þú færir að fikta í þessu eftir á. Þannig að mér finnst pólitíska áhættan í þessu mjög lítil. Mér finnst þetta að vera leiðilegt ef að þeir sem að stýra hér og í ríkisstjórn átta sig ekki á mikilvægi þess. Að við séum að framleiða hérna olíu og gas. Við sjáum til að mynda í flugi að við erum að flytja inn 400.000 tonn af þotueldsneyti á hverju einasta ári og það bara hreinasta efnið í hverju olíutunnu sem næra verða þotueldsneyti. Það svona, hvað getur maður sagt, samþjappaðasta aflið í því og orkan. Þannig að ef við horfum bara til 2040 þá þyrftu við að ná í eða það þyrfti að framleiða yfir 1 milljard tonn á ári bara til þess að ná í nægt magn af þotueldsneyti til þess að við gætum haldið hér millilandafluginu gangandi eins og allt útlitið fyrir. 1 milljard tonn á ári, en þessi lind sem að þið teljið ykkur vita þið segja hún sé alltaf 10 milljarðar tonna. Já. En þá tugar hún bara í 10 ár? Jú, svo kemur auðvitað út úr hverju tunnu líka fullt af dísel og bensín og asfalt og annað því líkt eða tjara
og allt þetta notað og olía líka notuð í alls konar efnavöru og meira segja í lyfjaframleiðslu og það mjög vel með farið þetta hráefni sem mjög dýrmætt. En eins og ég segi, það bara 10% af hverju tunnu sem fyrir þotueldsneyti. Já, en þetta sem hefur að tala með það ef spá í ATA til 2040 rætist á allt flug í heiminum með tvöfaldast á þeim tíma, spáin sem var gefin út síðasta vetur. En nú ætla ég að viðurkenna, þið komið hér inn í þessu umræðu og ég hugsa það sem við myndum kalla progressífi stjórnmálamenn myndu segja að þið verða að tala nú fortíðinni því að það talað mjög að hátt það að orkuskiptin þurfa að eiga sér stað og hér verði heimsendir ef að ekki verði farið þá átt. Heimurinn ekki að nálgast þann punkt að geta dregið úr þessar eldsneytisnotkun og farið að keyra á þessum sjálfbæru orkugjöfum, sólarorku, vindi og öðru slíku? Það þarf alltaf grunnorkuna til að framleiða það. Og ég meina, metanól á skip eins og verið að pröfa núna hjá Maersk og þar sem Wärtsilä að koma með ammoniak og allt þetta. Þetta þarf alltaf grunnorku. Hún þarf eitthvað starf að koma frá. Þá þurfum að virkja meira, miklu meira, vatnsafli, jarðvarma, sól, vindi, sjávarföll eða hvað sem En það ekki, við erum ekki komnir með orkugjafa, nema að við aukum kjarnorku því mun meira, sem að mun geta annað því að við hættum olíu. Og svona orkuskipti taka áratugi. Þannig að við munum aldrei, eins og staðin í dag, og bara við horfum á okkur sjálf, það tekur nú ekki stuttan tíma að búa til eina virkjun, við horfum bara Hvammsvirkjun eða línurnar, bara horfum á Suðurneslínu sem ennþá föst í vesinni. En það verður að segja okkur að við verðum öll dauð á þessum tímapunkti. Ég horfa á RÚV og ég alveg sannfærður. Já, guðnabænum Stefán. Það svo leiðilegt að vera svartsýnn. Verður bara bjartsýnn. Það miklu skemmtilegra. Og segjum sem svo að dómsdagsspámenn hefðu rétt fyrir sér. Myndu þeir fagna á dómstegi? Ég hafði rétt fyrir mér. Það ekki bara betra að vera bjartsýnn fram að dómstegi? Þeir hafa nú haft rangt fyrir sér og ekki fagnað. Algjörlega, og hafa ítrekað haft rangt fyrir sér bara, og þetta sami söngur og var sunginn hérna í kringum 1970. Þá voru menn að spá því að Bretland sokkið í sæ fyrir 1990, síðasta tréðið hoggið í heiminum 1990. Og það meira sér Paul Ehrlich og prófessornir í MIT sem skrifuðu Limits to Growth kringum 1970. Þeir eru ennþá að halda sig við fyrir spádómum. En hvað okkur varðar og hvað olíu og gas varðar, að þá þegar fyrsta olíukrísan svona magnast upp í kringum 73, að þá var olía, gas og kol 85% af orkunotkun heimsins. Það það enn þann dag í dag. Þrátt fyrir 1973 sögðu menn, þetta bara þjóðaröryggismál, þetta hugsanlega líka umhverfismál, við þurfum að gera allt sem við getum til þess að minnka vægi olíu, gas og kola. En helst þetta hlutfall bara óbreytt? Þetta óbreytt og þetta óbreytt næstu 20 ár miðað við hvernig spár eru efnahagsumsvif næstu 20 árin, mannfjölda og annað því. Það sem gleðilegt í heiminum og oft gleymist að frá árinu 2000 þá hefur barnadauði minnkað 80%, menntun á alþjóðavísu aukist gríðarlega, fátækt og hungursneyð minnkað meira en 60% og sem betur fer heimurinn að lyftast upp þannig að lífskjör almennings að batna stórum og með batnandi lífskjörum þá fylgir því aukin orkunotkun. Þannig að þá skiptir máli hvaða orku erum að nota. Kol eru langversti orkugjafinn. Það ennþá verið að brenna mó eða timbur og það gert allan heim. Þannig að það skárra ef að það fólk myndi brenna kol. Og þeir sem eru að brenna kol brenni gas. Þannig að gas það mengar í mörgu tilfellum 1% af því sem kol mengar og í útblástur í gróðurhúsalofttegunda þá eru bara brot af því sem kol menga. Þannig að þetta eru orkuskipti. Við erum að færa okkur því eins og hér var á Íslandi að brenna við og mó yfir í að við fórum eiginlega stukkum yfir kolin, fórum eiginlega beint í olíu og gas og með olíu og gasi þá gátum við virkjað hérna vatnsföllin og jarðvarman og þannig gerast orkuskiptin yfir tíma og þetta að gerast líka í heiminum. Og þess vegna eigum við að beisla sól og vind og auðvitað eigum að nota meira kjarnorku líka út af því að við þurfum þessa orku. Orka undirstaða velmegunar. En nú hefur því verið haldið, ég hef heyrt ráðherrann orkum, sem heldur utan orkumann sagt að þetta sé siðferðisleg spurning. Miðað við þessa ræðu, þá það siðferðislega ámælisvert að gera þetta ekki. 100% vegna þess að þetta rýrir orkuöryggi Evrópu, orkuöryggi Íslands. Ef við tökum dæmi þegar Rússar tóku Krímskagan, þeir sendu 1 flugskeyti sem fór beint í landsnet Úkraínu, sló út fjarskiptakerfið og raforkukerfið. Ef við værum öll á rafmagnsbílum hérna,
þá voru eiginlega nóg að setja tölvuvírus inn í kerfið til að slá þetta út og við gætum ekki hrift okkur og allt kerfið var í lamað. Við þurfum varaafl. Varaafl þá eitthvað sem færanlegt og er ekki rafmagn og það þá olía. Við þurfum olíuknúin ökutæki. Þannig að það öryggismál. Þetta öryggismál. Síðan varðandi vin okkar í Evrópu, við þurfum að hjálpa þeim að venja sig af rússnesku gasi og rússneskur olíu og svo framvegis. Og svo varðandi umhverfismálin eins og hún dæmdi réttilega, við erum að fikra okkur áfram í orkuskiptunum og þar hjálpar olía og gas gríðarlega. En ef þið byrjað að bora, það eru settur af stað bor, hvað haldið það sé mikið magnanda? Þið sé alltaf 10 milljarðar. Já, það á þessu svæði sem við vorum að einbeita okkur að, þá var þetta alltaf 10 milljarðar. Það var bara eitt leyfi. Það var bara eitt leyfi. Mörgum leyfum. Og náttúrulega, það er bara búið að taka, sko, það er búið að gera grunnrannsóknir á 3 svæðum. Það er bara búið að fara í svona miklar bergmálsmælingar á einu svæðinu. Er það þetta svæði sem það er þetta svæði sem við vorum með í Kínverjunum. Þar haldið þetta séu 10 milljarðar tunna. Þetta gæti verið miklu meira. Já. Ef þú skoðar víðar, það sem við vorum að skoða og einbætt okkur að, þá töldum við þetta var alltaf 10 milljarðar tunna, en svo var þetta kannski rannsaka 5% af svæðinu. Þetta svæði upp á svona 40% stærð Íslands til að setja í samhengi. Já, það bil. Já. Og þannig að þarna gætu verið aðra svona stórar minni eða stærri Við bara höfum ekki hugmyndu það. Það er bara möguleikandi, það er alveg möguleiki að sé það, svo getur líka verið ekki neitt, sko. Þetta getur verið það eina. En allavega, þetta er bara órannsakað. Eitt eru sko þessi öryggissjónarmið og orkuskiptin, annað eru efnahagsleg áhrif á Ísland og það er mikið rætt það hvort það að taka þessa áhættu og annað. Ef að farið að bora, þá leggur mér forvitni á að vita hversu hratt getur þetta skeð. Hvað var raunhæft að horfa upp á vinnslu hraðan og hvað þetta miklu pening? Já, sko, svona undirbúa borun og fara í gegnum allt það ferli, það er sko 3 til 5 ár með heildarboruninni. Síðan segjum svo að finnist olía og þá þurfum að fara í eitthvað að búa til infrastruktúrin og byggja það upp og þá er það einhver annar eins tími, sko. Þetta áratugur. Nei, ég vil nú segja vegna þess að það er borað sem sagt, ölduhæðin er lægst á þessu svæði yfir sumartíman. Þannig að rannsóknir fara fram maí til loka ágúst, borun færi fram á þessum tíma. Þá þarf að finna rétta aðilann og borskipið sé laust á þessum tíma. Síðan er þetta ekki sko borpallur. Borpallurinn er neðansjávar, alveg eins og norðmenn gera í dag. Og svo er bara á sjávarbotninum og þaðan er borað kannski 1-2 kílómetra undir sem þykir ekki langt. Fyrir utan Brasilíu er verið að bora alltaf 4 kílómetra niður. Í Brasilíu er leiðin frá yfirborðið sjávar niður að sjávarbotni 4 kílómetrar. Hjá okkur er þetta 1500 metrar og svo kannski 1500 metrar fyrir neðan sjávarborð. Þannig að tæknilega er þetta ekki flókið, það hefur gert margoft og það er byggður borpallur á botninum og síðan er leiðsla upp í skip þar sem olían flæðir inn. Já, en borun sjálf fer fram á svona fljótandi borpalli og í gegnum þetta, en vinnslueiningin er þannig eins og Heiða lýsir niðri. Þannig að innan áratugs gætu farið að flæða peningar. Já, sko, þú veist, þetta er 5 ára eða 5 ára. Þú veist, þetta getur verið 3 ára, 3 ára og 6 ár, sko. Já. Sem sé í heildina, þetta getur verið svoleiðis. Það fer bara eftir svona aðeins hvernig þetta vinnst, sko. Og yrði þessar olíu skipað upp hér á Íslandi? Myndum við sjá umsvif í landi hér eða færi þetta allt til Norðmannanna? Það er bara spurning hvort við myndum vilja hafa olíuhreinsistöðvar hérna. Og ef svo þá kemur hingað til lands, en það er náttúrulega stærstu olíuhreinsistöðvarnir í Evrópu í kringum Rotterdam og þar og svo í Noregi og margar í Bretlandi líka. Það var jafnvel skynsamlegra að koma þessu bara út úr lögsögunni. Sko það er bara reiknað í hvert skipti, sko. En öll þjónustan er alltaf hérna sem er alveg gríðaleg, sko. Skipað þjónustan og... Já, bara áhafna þjónustan, við pallana, það þarf áhafnaskipti og allt þetta sem þarf í kringum þetta. Þetta er mjög mikið, bara þetta litla sem þegar við vorum í þessu, þegar þessi sem er minnst í hlutin, þegar bergmálsmælingarnar, skipið að við komið 5 sinnum til Hafnarinn og Reyðarfjörð og dráttabátarnir eitthvað álíka, sko. Já, og það þurfa þeir að nýta vélsmiði í landi við að gera við og þegar verða að bora, það þarf að geyma, þetta er kannski 5-6 þjónustuskip sem er í gangi, þó að borskipið sé 1 út á sjó sem flytja á milli, það þarf þyrlur, við vorum að láta teikna upp nýtt þyrluhlað á Egilsstaðaflugvelli
og það var sem sagt 8 svona stórar þyrlur sem fara fram og tilbaka með áhafnir, bæði á skipin, á þjónustuskipin og borðskipið og það eru heilmikil umsvif sem fylgja þessu af hálaunastörfum í landi. Já, það sko alvöru þyrlur. Það sko, svæðið ísfrítt, það tiltölulega lág ölduhæð, og þetta langt í burtu, en það þokugjarnt. Þannig að það eina svona vandamáli sko, þú veist að dræknir, við þurfum að vera sem næst með þyrlundar sem næst borðsvæðinu til þess að, og svo þarf að vera eldsneyti á leiðinni, skipið eldsneyti á leiðinni. Ef eitthvað, ef þau komast ekki niður, þurfum að býða eitthvað eftir glugga til að koma niður. Hvað þetta miklir peningar sett í efnahagslegt samhengi við Ísland? Ég sletta ensku, what's in it for us? Já, það gríðarleg verðmæti. Ef þetta eru 10 milljarðar tunna, þá sem sagt framleiðslu kostnaðurinn eins og við reiknum hann og við höfum fordæmi frá bara Noregi og sambærilegum svæðum, þá hann það bil $20 á tunnuna, en heimsmarkaðsverðið nærði að vera 70, þannig að það með rekstrar hagnaða hverju tunnu upp á $50. $70, það svona meðalverð? Segjum þessi 60 eða 50, segjum 68 í gær. Já, en ég meina þetta rokkar á milli svona 60 og 100, búið að gera það síðastliðin 10 ár. Og þannig að ég nota bara 50, auðvelt að margvalda líka með 50 við 10 milljarða, þá komið $500 milljarðar sem auðlindin væri verðmetin á. Hún kemur ekki öll upp í einu, heldur myndi dreifast á svona 20 ár. Fyrstu 10 árin kemur meirihlutin upp, mikill meirihluti. En skatttekjur ríkisins eru þannig og í leyfunum sem við vorum með og samkvæmt löggjöfinni að þá fær ríkið rúmlega helming af því sem rekstrar hagnaður. Sem sagt, það verið $250 milljarðar þá, sem mest kæmi inn yfir 10 ára tímabil. Við erum mjög ríkasta þjóð í heimi. Já, við getum orðið það. Við getum náttúrulega orðið skuldlaus, við getum lækkað skatta, við getum lagað innviði, við getum búið í haginn til framtíðar vegna þess að þetta ekki endurnýjanleg auðlind eins og við erum vön. Fiskistofnarnir hjá okkur, vatnsaflið, jarðvarminn, það streymir og það endurnýja sig. Þarna verið að tæma auðlind. Þarna þarf að hugsa verðmæta flutningin öðruvísi. Já, og þá eins og norðmenn hafa gert og sérstaklega þjóðirnar líka við Persaflóa, að þær hafa sett þetta í sjóð, þannig að það sé ekki ein kynslóð sem njóti bara góðs af þessu. Það sé dreift á yfir lengri tíma. Og nota bene, þetta án allra áhættu ríkisins. Það engin áhættu? Engin áhættu á ríkinu. Ríkið fær bara leyfisgjöld og ákveð sem rennur til Orkustofnunar. En nú hefur nefndur orkumálaráðherra í viðtölum sem ég hef hlustað á verið að blanda þessu samansvætti að ég skil ekki okkur ríkið að það vera fjárfest í þessu og hann vísar nú reyndar í fyrri verkefni, Eikon og annað og talar að fyrirtæki hafi hér farið á hausinn. Þeir draga upp nokkuð dökka mynd af þessu. Já, mér finnst það mjög óhæðalegt og ég skil ekki hvernig ráðherra leyfir sér að tala á svona óábyrgan hátt vegna þess að vissulega var íslenskt olíufyrirtæki sem fór á hausinn, en það var ekki Eikon sem fór á hausinn. Og það félag var fyrst og fremst í leit í Kanada og Skotlandi. Þannig ég skil ekki hvað hann að blanda þessu saman. Það enginn sem tapaði á starfsemi Eikon hér. Og þegar við borguðum mörg hundruð milljónir í leyfisgjöld til Orkustofnunar. Og það var alveg nóg og plús það. Þetta var langt fram þann kostnað sem þau tóka á sig við þetta. Þess utan þá eignast þau öll gögn, allar rannsóknir og allt sem fylgir. Þannig að bara eins og jarðsaga svæðisins núna miklu ljósari. Þegar Eyjólfur Konráð Jónsson á sínum tíma var að tala bæði Drekasvæðið en líka Hatton Rockall, hann var mjög framsýnn 1970 eitthvað og sagði þarna eru líka þungmálmar í sjó. Nú eru norðmenn farnir að hefja námuvinnslu í sjó. Og þess vegna var hann að berjast fyrir þessu. Orkustofnun fær mjög mikilvægar upplýsingar það, hvort það séu málmar þarna líka. Þannig að Orkustofnun hefur alltaf inn í þessu. Og þegar umhverfis- og orkumálaráðherra að tala þetta sé kostnaður, en hún vist ekki tiltökumál að fara hátt í 100 manns á einhverja loftslagsráðstefnu langan veg og verði þar vikum saman jafnvel. Ég skil ekki hvaða svona dómgreind að baki því. Það ráðstefnur eru þetta tómþvæla. En mig langar þó til að nefna eitt. Menn hafa velt fyrir sér hættun og umhverfisleysi. Þetta kaldur sjór. Ef að þarna færu hlutir úr böndum, einhver hætt á því að við getum lent í því að menga hér fiskimiðin og strendur Íslands. Við þekkjum Mexíkóflóa sem reyndar heitir það ekki lengur. Slík slys hafa orðið. Já, sko,
það hefur alltaf verið ljóst frá hendi Orkustofnunar og íslenska yfirvalda að við munum nota þær reglur sem eru í Noregi, Norsokreglunar. Þannig að það eru þær hörðustu og bestu í heimi. Ég hef nú verið olíuráðstefnum út í Noregi þar sem menn hafi nú verið kvart yfir hvað þessu strangir og verið að tala beint til ráðherra á ráðstefnunum, en það hefur aldrei verið gefið eftir. Mér finnst bara sjálfsagt að við förum til þeim. Og mun það tryggja okkur fyrir svona? Já, það mun allavega tryggja okkur, það er bara svo tækni sem er best í heiminum í dag. Best available technology er megið skrefið þemað í þeim reglum. Svo má ekki gleyma því hvers vegna það er olía, hvers vegna er Tjörnes hér Norðausturlandi, hvers vegna er það Tjörnes, vegna þess að það er tjara sem kemur þar að landi. Það er ekki út af því að þessi olíulind þar undir. 75% af allir olíu sem er í úthafinu er þar á náttúrulegum ástæðum vegna þess að olía leitar alltaf upp. Hún helst ekki á hafsbotni og hún kemst fram hjá grjótinu sem er þarna ofan á henni og þá leitar hún upp. 22% af þeirri olíu sem er í úthafinum er út af skipssköðum af því að það er strand. Innan við 3% er vegna þess að það er verið að framleiða olíu. Þannig að auðvitað var hræðilegt það sem gerðist hjá Deepwater Horizon og ég verið á ráðstefnum sem hefur verið að fjalla það slys og setið í panel með yfirmanni þingmannanefndarinnar sem fjallaði sérstaklega það á Bandaríkjaþingi. En það voru mannleg mistök. Það var aðili sem lokaði ekki fyrir ákveðin loka og því fór sem fór. British Petroleum, BP sem átti þennan pall, lagði ef ég mann rétt $12 milljarða í bótasjóð. Og það er búið að ganga á 3 eða 4. Þannig að umfjöllunin og síðan var talað að lífríkið þarna, sérstaklega í kringum Louisiana og New Orleans og þar, það myndi aldrei ná sér, það er búið að ná sér. Þannig að auðvitað þarf að fara með gát í þessu, en við teljum að við séum með aðgang að bestu mögulegu vinnslu aðferðum og ábyrgustu, þannig að við treystum okkur alveg í þetta. Þá segjum við bara eins og Karlinn sagði, borið stúlkur, borið. Heiðar Guðjónsson og Haukur Óskarsson, þakka ykkur kærlega fyrir þetta upplýsandi samtal. Já, þakka fyrir. Við erum hins vegar ekki hættar en ágættan föstudaginn, við ætlum að ræða hér næst lífeyrismál. Auðvitað getur olían komið að notum við að byggja upp lífeyrissjóðun okkar en það er ekki komið að því enn og ætlum að skoða aðeins hvernig staðan á lífeyriskerfinu og hvers fólk megi vænta þegar það að leggja peningana sína þar inn. Fylgist þið með. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Nú getur þú prófað litinn áður en þú málar. Voila! Prófaðu mitt rými á húsa.is, húsasmiðjan. Komið sæla nýjum. Við þökkum Heiðari Guðjónssoni og Hauki Óskarsinni fyrir áhugavert spjall olíuleit sem mögulega geti farið af stað á Drekasvæðinu innan tíðar. Nú ætlum við að ræða annað stórt hagsmunamál íslensku þjóðarinnar, lífeyriskerfið, kerfi sem við megum að mörguleyti vera mjög stolt af. Við ætlum að ræða hér saman Baldvin Egill Baldvinsson og Ásdís Arna Gottskálksdóttir. Þau koma frá fyrirtækinu Örbjörg. Ásdís, þú ert framkvæmdastjóri þess fyrirtækis? Já. Hvað titlum við manninn á bak við tölurnar? Já, ég fjártæknisérfræðingur. Fjártæknisérfræðingur. Fjártækni? Þetta er fjármálaverkfræðingur, það bæði virkar. Já. Já, og það veitur nú ekki af þekkingu á þeim hluta þessa máls til þess að fara yfir það sem við ætlum að ræða. Þið eruð í raun að kynna nýja vöru, nýja leið fyrir fólk til þess að átta sig á því hvernig lífeyriskerfið okkar virkar. Já, nákvæmlega. Þetta er svona þema ársins hjá okkur, það eru lífeyrismálin. Já. Reyna að taka þau svona fyrir á þannig máta að við getum svona frætt þennan almenna neytanda betur lífeyrismálin. Lífeyrissjóðirnir hafa verið að gera þetta upp á bara mjög vel og upp á settu marki, bara reyna að fræða fólk lífeyrismálin, vera með lífeyrisreiknivélar til að útskýra hvernig það virkar, en þannig erum við að reyna að taka þetta allt saman á eitt stað og bera saman alla lífeyrissjóðana og reyna bara að upplýsa, fræða, vekja athygli á hvað mikilvægt þetta er að gera sér grein fyrir lífeyris bara málanum yfir höfuð og í hvað sjóð þú greiðir og reyna að hugsa hvernig þú vilt hafa þessi mál út í lífsleiðina. Að einhverju leyti er þetta kerfi einfalt að því leyti að maður getur farið inn á sjóðfélaga vef og séð mögulega á henni réttindi, maður getur séð hvað ígjöld maður að greiða, maður getur skoða þá sína launaseðli. En undir niðri er þetta miklu flóknara kerfi. Við vorum að ræða hér saman fyrir þáttinum
þessi líkön og þessar ávinnslu töflur, þetta ekki tvívítt, þetta er þrívítt. Já, þetta alveg nokkuð snúið. Það kerfi byggist allt upp á þessum réttindatöflum og það virkað þannig í rauninni að þú borgar sjóðniðinum kannski 10.000 krónur í eitthvað gjald og hann segir þér fyrir þennan 10.000 krónur þá ætla ég að borga þér á hverju ári kannski 2.500 kall tilbaka frá 67 ára og fram að ævilokum. Og þetta fer síðan hvað þú fær fyrir 10.000 kallinn, það fer eftir hvað er gamall og hjá sumum sjóðum fer það líka eftir hvað ár þú ert fæddur. Þá stundum svo sem fæddur 99 og 2000, þeir fá kannski ekki það sama fyrir iðgjaldi þegar að verða fertugir. Og svo önnur tafla líka sem hjá hverjum sjóði sem svona eins konar margföldunartafla að því að við hættum ekki öll 67 ára að vinna, sumir hætta fyrir það seinna og þá þarf að skala það sem þú hefur áunnið með ef þú hættir seinna þá það 1, eitthvað, þetta aukning. Þá ertu að taka kökuna á færri árum og ef þú flýtir, þú getur flýtt alveg til 60 að þá þetta margfaldað með 0, eitthvað og það munur milli sjóða þarna líka. Og þannig verið að horfa til þess mögulegs lífaldurs fólks sem lifa lengi og aðri stutt. Ég skoðaði þessi gögn frá ykkur og var að svona grúski í þessu og til reyndar vöktu athygli okkar á því að það getur verið gríðarlegur ávinnslumunur á milli sjóða. Fólk bara borgar í sinn lífeyrissjóð yfirleitt tengt kjarasamningum, það segja fólk flest eru bundnir þannig, en fólk mjög misett ef að þú tekur 2 einstaklinga jafn gamla sem greiða á jafnháu launum yfir ævina. Þetta getur skeikað miklu. Það getur gert það sko og ég held að fólk gerir sér ekki grín fyrir því að það heldur bara lífeyrissjóðir virki allir eins og samtrygging sé bara eins. En í samanburðartöflum sem við gáum út í vor, þar sem við erum að bera alla sjóði saman, bæði samtryggingu og séreign, þá sést bara gífurlegur munur. Það nokkur þættir sem við tökum fyrir sem að skipta máli þegar við erum að skoða sjóðina. Og það náttúrulega eins og ávísanarleiðir til dæmis hjá sjóðunum. Það getur mjög mismunandi. Jafnvel innan sama sjóðsins. Já. Þetta dálítið frumskór, þetta flókið, þannig að það gott að geta séð þetta á einum stað, allar upplýsingarnar. Eitt dæmi tókum við saman. Það sem, ef þú tekur svona, meðal mannin, meðal tímalengd til greiðslu, að þá skeikar þarna 20% á milli sjóða. Já, við prófum að taka dæmi, bara 20 einstakling sem hættir að vinna 67 ára. Að þá villi þess sjóð sem áætlar að hann geti greitt mest í eftirlaun og svo sem greiði minnst, að þá munar fyrir kringu 20% meira hjá þeim sem greiði meira. Hvaða sjóðir eru þetta svo? Í þessu dæmi þá sem að greiði minnst væri LSVAF í Vestmannaeyjum og mest væri lífsverk. Og þetta þá 20% en svo ef þú fer að hnika til ásónum að þá getur komið upp gjörbreytt mynd í raun og veru. Já. Það nefnilega svolítið skemmtilegt við þetta tól að það skiptir rosa miklu máli hvenær þú sér fyrir að hætta að vinna. Ef við breytum starfslokum yfir í 60 ára, þá breyka bilið milli þessara sjóða og þá færðu 30% meira hjá þeim sem greiði mest, heldur en þeim sem greiði minnst. En síðan gerist svolítið áhugavert að ef við færum þetta yfir í hinna áttina, ef við förum að senka lífeyrinum, að þá koma nær og nær og síðan alveg áttrætt þá snýst þetta við hjá þessum tveim og breytist svolítið röðin og þá í því tilfelli fengjum við 4% meira hjá LSVAF heldur en hjá lífsverk. Þannig að þetta mjög mikla breytur í þessu. Þetta eru reikni breytur, þetta eru bara formúlur sem að sjóðurnir styðjast við varðandi ávinnslu réttindana. Akkurat. Hvað skýrir þetta? Þetta er ekki bara útreikningar, það hefur líka áhrif hvaða fólk að greiða sjóðina. Sjóðirnir eru þungt vigtaðir og þetta er starfsgreinum. Já, og þetta náttúrulega, þessi munur þeir fjárfesta margir í svipuðum fyrirtækjum og eignasöfnin og svona, þannig að þessi munur stafar meira af svona kostnaðarliðinni, myndi ég telja. Og þá erum við náttúrulega að horfa líka í svona lýðfræðilega breytur. Við erum að sjá þeir eru með mismunandi væntan lífaldur sjóðfélaga. Svo náttúrulega örorkutíðnin misjöfn milli starfsgreina og það náttúrulega leiðir til þess sem við þekkjum með örorkubyrðina. Þannig að þetta þarna sjáum við þetta svolítið raungerast. Þetta er svona ákveðin birtingamynd af svona
já, því sem að sjóðirnir vænta að þurfa að borga í framtíðinni. Það eru meiri líkur og örorku hjá sjóðum sem eru þungviktar hjá verkamönnum eða sjómönnum heldur en verkfræðingum eða kennurum væntanlega. Já. Það er út af slysatíðni og slíku. Algjörlega. Hvað sjáu þið fyrir ykkur með þessa vöru? Er þetta búist þið við að fólk fara að taka hegðunarmynstur fólk verði öðruvísi, að það verði meiri hreyfanleiki milli sjóða eða hvaða tilgangi þjónar þetta í grunninn? Já, akkurat. Við erum svona, ég held að sé mismunandi eftir hvað fólk statt í lífaldri. Þú veist, kannski fólk sem að koma á vinnumarkaðinn getur nýtt sér þessa vöru til þess að bara velja sér sjóð. Við settum út könnun á árinu þar sem að kom bersýnilega í ljós að fólk bara að velja sjóð eftir einhverju sem að heyrir kannski á kaffistofunni eða foreldrinir hafa alltaf greitt í þennan sjóð, ekki að velja svona fyrir sig og sumir veit ekki eins og í hvað sjóð þeir að greiða sem árum skiptir, þannig að þau fara að skoða þetta þegar þau hætta að vinna. En í upphafi þá viljum við allan að fólk gera sér grein fyrir að velja dálítið markvisst með upplýstri ákvörðun hvaða sjóð þeir að fara í. Miðað við hvernig þau kannski sjá dálítið, bara aðeins að hugsa út í hvernig þau vilja hafa lífið, hvernig þau sjá fram og kannski að vilja hætta að vinna. Þetta er kannski dálítið fjarlægt úr 24 ára. Já, hvenær ætlið þið að hætta að vinna? Það er spurning. Já, ekki á seint held ég. Ekki á seint. Ekki á seint, nei. En svo aftur á móti fólk sem komin kannski 35 ára og það komið með fjölskyldu og að fara að stekka við sig og komið fleiri skuldbindningar í lífinu, kannski fann að sjá svona betur fram á hvernig það vill haga sínu lífi. Þá kannski tímapunktur að skoða þessi mál dálítið vel og veistu, var þessi ákvörðun sem ég tók þegar ég var tvítugur og byrjaði í minni fyrstu vinnu rétt. Og það er eiginlega ákvörðun sem tekin óttast fyrir þig í gegnum kjarasamningan. Já. Við skulum varpa aðeins upp mynd af þessu mælaborði og skoða hvað við erum með í höndunum. Þetta er bara einfalt dæmi einstakling væntanlega sem með mánaðarlaun meðaltal 845.000. Hann þetta tvítugur, það eru vonandi margir tvítugir með þessi laun, en kannski efast aðeins við það, en meðallaun, er það ekki? Já. Þetta er svona útæfi, svona starfsæfuna að jafnaði. Aldur starfslok 67 ára, það lítur þokkal út fyrir flesta og þá er 87 ára, það er miðað við að það sé þá lífaldurinn væntur. Já, í þessu dæmi allavega, með geta svo skoða það. Og þá sér maður að þessi ávinnsla, réttinda ávinnsla er mjög mismunandi fyrst, en hún jafnast talsvert út eftir því sem líður ævina. Já, og það er svolítið áhugavert og munar mestu á milli þeirra svona þegar þú ert ungur. Svo fara þeir allir svona að verða meira eins, en svo líka það er mjög áhugavert að sjá í þessu og þegar ég byrja að vinna í þessum gögnum og kom þetta mér svolítið óvart er að ég sér í kringum 55 ára aldurinn, þá verða skurðpunktar. Þannig að sko jafnvel ef þú heldur og planar ég ætla að hætta að vinna 67 ára en svo og ætlar ennþá að gera það þegar þú ert orðinn 50, en þá kannski samt borgar sig að skoða að skipta yfir í annan sjóð af því að hann greiðir meira bara frá 55 ára. Þetta er svona ákveðin högnun sem á sér stað sem sér ekki oft í svona fjármála heimum. Getur þá flutt réttindiðin á milli með einhverjum móti eða byrjar það bara einfallega að greiða í annan sjóð? Þú byrjar bara að greiða í annan sjóð sko. Þannig að þú átt ennþá réttindiðin hjá hinum en svo byrjar það bara að ávinna þér réttindi og það er það sem við sjáum á þessari myndi er svona þessi ávinnsla. Byrjar að ávinna þér meira hjá öðrum sjóði eftir, þetta sé í kringum 55 ára sem að sjáum svona einhver skuldbúnda eiga sér stað. En þú getur haft hagsmuni að því á miðri starfsæfinni að hreinlega venda hvað inn í kross? Já, klárlega. Á næstu mynd þá sjáum við bara, þá er búið að draga bendilin þannig yfir og þá sjáum við svona með nákvæmara hætti. Þannig erum við að miða við réttinda ávinnslu eftir hvað, 1 ár? Já, þetta er svona ágætis mynd bara til að útskýra hvað við erum að sjá. Þarna ef að þessi tvítugur einstaklingur vinnur bara þegar hann er 20 ára og svo aldrei aftur, þá fengi hann þessi, sem sagt, eins og hjá lífsverk 34.800 í mánaðarlaun eða eftirlaun frá 67 ára. Ef hann myndi aldrei vinna aftur, svo ávinnur hann sig meira og meira. Þarna er mikill munur. Svo vorum við með aðra mynd, ef maður rétt það sem við skoðum þetta við starfslok. Já. Þarna erum við komið með slíka tölur. Já, þarna erum við að sjá sem sagt, hvernig þetta safnast upp þarna. Áðan sáum við bara hvað ávinnur eru hverju ári. Þarna sjáum við uppsöfnu réttindin og við starfslok þá sérðu þarna munin og þetta er svolítið mikill munur þessu dæmi
í lífsverk þá væri þessi einstaklingur með sér þarna rúmlega 817.000 í eftirlaun á hverju mánuði en LSVaf þarna 678.000. Þetta dæmi svo tókst með 20% munin. Akkurat. Já. Aðra mynd höfum við sem að drepur á dálítið öðru máli ef ég man rétt. Það varðar þessa spurningu sem að margir hafa rætt varðandi erfanleika lífeyrisréttindana. Margir hafa býsnast yfir því hvað sjóðirnir taka mikið til sín ef að fólk fellur frá snemma á ævinni. Það lítur auðvitað að samtryggingar hlutanum. Hugmyndin þá svo að þeir sem lifa lengi þeir njóta góðs af því en enginn veit svo sem hver annan grefur. Hérna erum við komið með leiðir þar sem erfanleiki inn í kerfinu þannig að afkomendur fá meira fyrir sinn snúð. Það ekki endilega víst að þetta komið vel út fyrir menn. Nei, það þarf nefnilega ekki að vera og þess vegna er gaman að skoða þessu tóli líka að vera pínu meðvitaður leiðina sem maður velur og það henta bara mjög mismunandi fólki þessar leiðir. Hérna erum við með 2 leiðir frá frjálsa sem blandað sjóður. Önnur ef mann rétt í kringu 38% fer í séreign af þessu 15,5% iðgjaldi sem við greiðum á mánuði. Og hinn sko erfanlega þá eru 70% en málega við þurfum að huga að því að það alls konar reglur með hvenar þú getur nálgast þessar upphæðir og þá oft frestað samtryggingunni. Þannig að þá þarftu að vera með ef þú ætlar að hætta 67 ára og vinna til 80 og lifa til 87 að þá þarf raunávöxtun séreignar að vera svolítið mikil til þess að svo erfanlega í þessu dæmi myndi borgaði meira 4,5% raunávöxtun. Já, þú þarft að í þessu dæmi þá þyrftur að vera komin upp undir 4,5% raunávöxtun til þess að erfanlega leiðin myndi skáka frjálsum. Sjóðurnar eru stiltir af með 3,5%, sumir segja það sé mikið, 4,5% auðvitað enn meira. Það enn meira sko, já. Og það gerir líka, við erum náttúrulega með blönduðu sjóðurnar inni eins og almenna líka og íslenska og svona. Og það gerir hennar samanburð svona svolítið snúin stundum af því að það náttúrulega gert ráð fyrir einhverju ávöxtun í samtryggingunni sem það oft miðað við þessi 3,5% raunávöxtun. Já. Það oft gott að skoða líka svipaða tölur í séreigni til þess að hafa svona sömu gildi. Þetta er til upplýsingar fyrir fólk verður betur upplýst, getur betur áttað sig og glöggvað sig á stöðunni. Vilja lífeyrissjóðirnir að þið sé að standa í þessu? Já, við erum bara í mjög góðu samtali við þá og erum búin að fara yfir með þeim allar þessar vörur sem við erum að gera og þetta búið að vera mjög mikið verkefni að bara kryfja þessa réttintöflur frá hverjum sjóð því þeir eru mjög mismunandi. Þannig að við erum bara mjög góð samtali við þá. Þeir vilja líka fræða, þeir vilja upplýsa. Þannig að við erum alveg á sömu vegferð. Já, og þetta eru grundvallar hagsmunir fólks. Algjörlega. Við erum bæði að greiða mikið þarna inn og væntum mikillega greiðsla þegar að starfshæfinu lýkur. Einmitt. Örbjörg, mjög merkilegt fyrirtæki sem maður hefur fylgst með á síðustu árum. Þið eruð þetta eru þetta fjártækni fyrirtæki, en þið eruð að stuðla upplýsingagjöf stuðlað bættri fjárhagslegri heilsu fólks, stundu sagt? Já, alveg rétt. Markmið okkar að efla fjármálalæsi og erum að gera það með því að lyfta upp upplýsingum fyrir fólk og hafa allar upplýsingar á sama stað þannig að það eru samanburðarhæfar og gera fólki kleift að taka þá upplýstar ákvarðanir allan að stóru málin í sínu lífi. Lánamál. Já, við erum með samanburðarsíður fyrir lánakjör á húsnæðismarkaði á Íslandi. Við erum að bera saman rafmagn, sparnað, greiðslukort og fleira. Svo höfum við verið að færa okkur meira inn í persónulegu fjármálin. Þannig að við erum með áskriftarvef þar sem þú getur stilt upp bara þínum eignum og skuldum og haft eina yfirsýn yfir fjármálið þín og erum að taka þar stóru málin eins og fasteigna þína. Þú farið markaðsverð uppfært í hverju mánuði þannig að þú getur séð hvernig verðið á þinni eign að þróast. Þú getur sett inn húsnæðislánuð þitt og þar erum við að vakta það fyrir þig. Þannig að við látum þig vita þegar betri kjör bjóðast á markaðnum og þarna líka samspil sem að skipti máli. Þú veist, hvað á ég mikið í eigninu minni? Hvernig eignamyndinu mín í eigninni að myndast eða þróast? Og svo líka bara það með herra kannski markaðsverði og svo ertu náttúrulega að borga af lánunum þínum og það lækkar vonandi. Og svo myndast líklegast þegar tíminn líður
meira veðhlutfall eða betra veðhlutfall sem þú ert að ná með því að greiða láninni niður og eignin hærra í verði og þar gæti til dæmis myndast tækifæri á að endurfjármagna á betri kjörum. Og svo nú eru lífeyrismálin í brennidepli hjá okkur. Og þau tvinnast inn í þetta? Þetta tvinnast inn og raun að veru mjög mikilvæg þáttur. Þetta kannski, má segja að þetta sé stærsta fjárfestingin þín í lífinu. Þú veist, ekki bara fasteignin. Þetta lífeyrismálin skipta máli og þetta torf, þetta ekkert auðvelt að skilja þennan heim og við erum að reyna að upplýsa þetta á mannamáli þannig að fólk gerir sig grein fyrir hvað þetta þýðir, hvað þýðir þetta fyrir mig sem bara leikmann og taka rétta ákvarðanir í lífeyrismálum. Ég get sagt af eigin reynslu eftir að hafa fengið að glugga í þetta að þetta mjög forvitnilegt og gaman að stilla þetta af einmitt út frá svona raunhæfum dæmum í manns eigin lífi. Já. Ásdís og Baldvin, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og gangu vel með þetta verkefni. Takk kærlega fyrir. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við þökkum ykkur fyrir samfélgina. Ég minni á bókaklúbb spursmála. Í þessum mánuði erum við að taka fyrir bókina Hagfræðin hnotskurn eftir Henry Hazlitt og á miðvikudagskvöldið næsta ætla ég að setjast niður á vinnustofu Kjarvals ásamt Ásdísi Kristjánsdóttur, hagfræðingi og bæjarstjóri í Kópavogi. Við ætlum að ræða bókina og meðal annars brotnu rúðuna sem Hazlitt talar í bók sinni. Látið þetta ekki fram hjá ykkur fara. Verið sæl.